Komið sæl, ég bjóða velkomin á 204. fund í Sveitarstjórn Framtíðar sem haldinn í stjórnsýsluhúsinu Flóðar. Á auglýstri dagskrá fundarins eru 50 mál en ég ætla að leggja til að bætum einu máli á dagskrá, þannig að það er 51 mál á dagskrá. Það er mál nr. 2102, nr. 4 og skuld, mál til kynningar. Sem er samþykkt því að það er tekið dagskrárgerðmerki. Það er samþykkt með allra breyttum hafnað. Það var fyrsti dagskrárliður, það er breytingar á ýmsum lögum um málefni sveitarfélaga í tilefni af COVID-19. En í tölvupósti frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu kemur eftirfarandi fram að Alþingi samþykkti síðastliðinn föstudag frumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra með breytingar á ýmsum lögum vegna málefni sveitarfélaga af COVID-19 faraldursins. Með lögunum er meðal annars tryggt að sveitarfélög hafi svigrúm til að ráðast í vegna fjárfestinga og mæta aðstæðum til vanda í rekstri vegna þeirra áhrifa sem kórónuveirufaraldurinn hefur haft á ytri starfsemi og í búskap hins opinbera. Sveitarfélög meðvitað að koma til móts við rekstraraðila sem eigi í greiðsluerfiðleikum vegna faraldursins, þannig að sveitarfélög geti sýnt aukinn sveigjanleika við innheimtu og starfsemi hafi sveitarstjórnar tryggt við óvenjulegar aðstæður svo sem vegna farsótta eða náttúruhamfara. Auglýsingum með 354/2021 ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvörðunartöku í stjórn sveitarfélaga var fyrst 30. mars 2021 og gildir til 31. júlí 2021. Það leikur hér fyrir bókun en það skal tekið fram hérna núna og ég átti samtal með Kristján sveitarstjóra áður að við samþykktum í raun og veru að staðfesta þessa auglýsingu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á síðasta ári. Það kom síðan fram hjá mér og fleirum og víða í sveitarfélögum á landinu að það þarf staðfesta þessa bókanir í raun og veru í hvert eitt skipti. Og ég vona bara að þetta verður síðan kannski norðan til framtíðar að sveitarfélög sé bara frest að halda fjárfundi og því hvort það er heimsfaraldur eða ekki. Þetta getur verið hentugt hvort funda með staðhöndunni í land ef svo ber undir. Umhverfisvernd til þess í því sjónarmiði að þetta svara vextur. En hér er drög að bókun að Dalaveg eða staðfesting á fjárfundi sveitarstjórnar byggðarráðs sem nefndar í samræmi við auglýsingu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra nr. 354/2021 frá 1. apríl. Sveitarstjórn Dalaveg samþykkir að nota fjarfundarbúnað á fundum sveitarstjórnar og nefnda sveitarfélagsins. Án þess að fjarlægðir sé miklar samgöngur innan sveitarfélagsins sé erfiðar eða mælt sé fyrir notkun slíks búnaðar í samgöngum sveitarfélagsins. Jafnframt að engin takmörk verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar og nefnda sveitarfélagsins í fjarfundarbúnaði. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að ritun fundargerða fari fram með öðrum hætti mælt er fyrir leiðbeiningum innanríkisráðuneytisins ritun fundargerða nr. 22/2013. Að loknum fundi skal fundargerð fylgja skjal með öllum fundarmönnum og síðan staðfest að öllum fundarmönnum í tölvupósti áður en birt á heimasíðu Dalavegjar. Einhverjum vilja ræða þetta mál eða þessa bókun. Það verður sem einu hljóðskrif sem samþykkir þessari bókun gerðmerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 2, það er fyrir umræða um ársreikning Dalavegjar 2020 og ég var að segja að rekja hér allan innganginn því að Haraldur Einarsson endurskoðandi eftir tengdu fundi í gegnum fjárfundarbúnað þá ætla ég eiginlega að gefa honum orðið og því að hann fara yfir ársreikning Dalavegjar 2020. Hér þér orðið, Haraldur. Takk fyrir. Forseti, sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri og aðrir gestir sem eru hér mögulega á netinu. Ég ætla hér að deila með ykkur skjali sem er ársreikningur sveitarfélagsins og ég vil biðja ykkur að láta mig vita ef þið sjáið það ekki. Hann er væntanlega komin upp á skjá hjá okkur núna. Eins og komum við inn á hér í upphafi þá liggur fyrir ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2020 til fyrri umræðu í sveitarstjórn og ég ætla svona kannski að renna yfir svona helstu tölur með ykkur og síðan munum við þá í framhaldinu renna yfir drög að endurskoðunarskýrslu sem að tekur saman helstu niðurstöður og svo sjáum við til svona með spurningar í lokin. Ég legg nú eiginlega til að við tökum kannski spurningarnar bara
eftir að við erum búin að renna yfir efnið og þannig að þetta verði svona nokkuð góð samfella ef þið hreyfið ekki mikil mótmæli við því. Nú heildartekjur, við skulum bara byrja hér, þið sjáum vonandi rekstrarreikningina á skjá. Ef við erum ekkert að renna sérstaklega yfir skýrslu á áritun sveitarstjóra og sveitarstjórnar. Hún hefðbundin og dregur saman bara þær svona lykilupplýsingar sem koma fram í ársreikningum heildartölur, eigið fé og afkomu, þannig að við vindum okkur bara beint í rekstrarreikningin. Og heildartekjur A-hlutans, þær voru 812 milljónir rétt rúmar. Þær eru eilítið lægri heldur en hefðu gert ráð fyrir í áætlunum. En þær eru hins vegar rétt rúmum 20 milljónum eða tæpan 21 milljón hærri heldur en árið 2019. Nú, en þær eru eilítið lægri heldur en áætlun hefðu gert ráð fyrir, eins og ég sagði áðan. Nú, og þetta skýrist kannski fyrst og fremst á því að aðrar tekjur eru, þar að segja mismunur á milli áætlunar og rauntalina það að menn höfðu gert ráð fyrir aðeins meiri tekjum í öðrum tekjum A-hlutans heldur en raunin er. Nú afkoma, ef við förum síðan næst í rekstrargjöldin, þau eru 729 milljónir, samanborið við 983,8 milljónir árið áður. Ég vil bara rétt svona að hnykkja á því sem að fór fram á síðasta ári var það að menn veittu dvalarheimilinu framlag. Þetta nú einskiptis aðgerð til þess að mæta uppsöfnuðum rekstrarhalla þeirra einingar. En þar voru við með framlag til Sirvitúns upp á 300 milljónir, hefur maður rétt. Og það þarf að taka tillit til þess þegar við erum að bera saman breytingar á þessum liðum, sérstaklega náttúrulega í A-hlutanum vegna þess að þessi aðgerð hafði einungis áhrif þar. Hún síðan tekin út eins og önnur innri viðskipti í samstæðinni í heild sinni. Nú, afskriftir eru nú nokkuð á pari með það sem hefur gert ráð fyrir í áætlunum eða 20 milljónir. Aðeins þarna að gera að umtalsefni að rekstrarniðurstaðan, það er að segja rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir sem talað alla jafna sem framlegð. Hún töluvert betri heldur en áætlun með viðaukum hefur gert ráð fyrir, eða 83 milljónir. Nú, fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, þar sé fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur eru 11,3 milljónir. Það er nokkuð á pari miðað við það sem gert hafði ráð fyrir í áætlunum og eilítið hærra heldur en samkvæmt ársreikningi 2019. Þannig að heildarniðurstaða A-hlutans hjá ykkur er jákvæð upp á 51 milljón eða 52 milljónir tæplega. Ég hafði gert ráð fyrir eilitlu tapi og þetta töluvert betri niðurstaða heldur en árið áður, en höfum það í huga enn og aftur að það var þar að ræða einskiptisframlag út af dvalarheimilinu. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hlutans er nokkuð betri heldur en höfðu gert ráð fyrir í áætlunum. Því geta náttúrulega verið margar skýringar, en það er kannski rétt að nefna það að framlög jöfnunarsjóðs eru nokkuð umfram það sem höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Það hafði á vormánuðum verið boðað að framlög jöfnunarsjóðs yrðu verulega mun lægri heldur en upphaflegar áætlanir höfðu gert ráð fyrir, þannig að sveitarfélagið kannski ekki að það svona bregðast við því og með hóflegar væntingar þessi framlög, en síðan þegar árið líður og liggja fyrir endanlega þá reynast þau vera nokkuð umfram það sem gert var ráð fyrir í áætlun. Það sem er kannski líka rétt að nefna að þrátt fyrir það að menn hafið fengið og haldið balans í tekjunum sínum og þá hafið þið ekki verið kannski að spýta, þið hafið ekki verið að sigla framur í fjárhagsáætlun varðandi rekstrargjöldin. Og við rennum kannski svona aðeins yfir það. Laun og launtengt gjöld í A-hlutanum eru 440 milljónir. Þið höfðu gert ráð fyrir 449 milljónum í fjárhagsáætlunum. Þetta er nokkur hækkun náttúrulega frá fyrra ári, en við skulum líka hafa það í huga að það eru kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru að koma inn á árinu, auk þess sem að orlofsréttur starfsmanna er ríkari samkvæmt nýjum kjarasamningum, þannig að það eru svona ákveðnar breytur í þessu sem að hreyfa þetta hjá ykkur út frá því sem gerður ráð fyrir í áætlunum. Og einnig er rétt að nefna það að lífeyrisskuldbindingin, það sé breyting ársins er nokkuð umfram áætlanir, eða rétt rúmum 4 milljónum og allt saman tínist þetta nú til. En hins vegar annar rekstrarkostnaðurinn hjá okkur, hann er nokkuð undir því sem þau hefur gert ráð fyrir í áætlunum í A-hlutanum. Og ef við rennum svo bara hratt yfir samstæðina í heild sinni, þá eru heildartekjurnar nokkuð undir því sem menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum, en þær eru eilítið hærri heldur en árið áður.
eða 993 milljónir. Árið 2019 voru það 962 milljónir tæplega. Rekstrargjöldin, heildarrekstrargjöld samstæðunar eru 909 milljónir. Þau höfðu gert ráð fyrir 973 milljónum og þetta er nokkur hækkun frá fyrra ári eða úr 846,6. Nú, miðað við svona þegar búið er að taka þetta allt saman og innri viðskiptin og þá er rekstrarniðurstaðan samstæðunar jákvæð 83, rekstrarniðurstaða fyrir afskiptir, hún er jákvæð 84 milljónir tæplega. Þið höfðu gert ráð fyrir 47 milljón tæpum, þannig að þetta er nokkuð betri niðurstaða heldur en gert hafði verið ráð fyrir. Og rekstrarniðurstaða þegar búið er að taka tillit til fjármagnsgjalda, tekjuskatts og hlutdeildar minnihluta í afkomu og þá er rekstrarniðurstaðan jákvæð tæplega 30 milljónir. Þið höfðu gert ráð fyrir 8,6 milljón króna tapi. Þannig að heildarniðurstaða ársins, hún er að koma nokkuð betur út heldur en að sveitarstjórn hafi gert sér væntingar í áætlunum sínum sem er jákvætt og hins vegar ber bara að hafa það í huga að áfram eru rekstrarskilyrði sveitarfélaga krefjandi. Við erum ekki búin að bíta kannski nálinni með endanlega áhrifin af þessum heimsfaraldri og bara rétt svona að hafa það í huga. Og ef við vindum okkur hér niður bara í efnahagsreikningin og þarna ætla ég bara að renna yfir A- og B-hlutann samtals. Heildareignir ykkar eru komnar í 1,5 milljarð, það er að segja í samstæðunni. Það er nokkuð fjárfestingar á árinu, þannig að varanlegir rekstrarfjármunir eru hækkað þó umfram afskriftir ársins og eru komnir í réttum rúman 1,1 milljarð. Þið voruð á síðasta ári í milljarði og 43 milljónum. Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, þið takið eftir því að það hækkar eilítið, það skýrist af tvennu, þið eru takið þátt í sameiginlegu verkum brunavarnir með öðrum sveitarfélögum og einnig er að ræða 2 milljón króna hækkun á Bakkakans, framlagi til Bakkakans, þannig að það er nú hreyfingin þarna. Tekjuskattsinneignin, þetta liggur allt saman í fasteignafélaginu Hvammi og hefur ekki breyst á milli ára. Nú þið sjáið síðan að í meðal veltufjármuna sem eru samtals 276 milljónir og hækka eilítið á milli ára, þá eru við með byrðir. Nú þið sjáið síðan í sundurnefndarbókinni hvernig þetta skiptist niður og gilda fyrirtækin ykkar, en það er lækka eins og á milli ára en stór hluti af þessum byrðum er efnisvinnsla sem að tengist fráveitumframkvæmdum og menn eiga þá inni til framtíðar framkvæmda. Og óunnýttar tekjur eru 90,5 milljón og lækka eilítið á milli ára og það sem að við tökum nú alltaf fram þegar við fjöllum þennan lið að það er búið að taka tillit til mögulegra tapsáhættu. Þetta er samsett, þessi liður er samsettur annars vegar úr óunnýttum skatttekjum svokölluðum, það er að segja jöfnunarsjóður, fasteignaskattar og óunnýtt útsvar og við yfirförum þetta mat með stjórnendum og gerum ekki athugasemdir við það, en það er hægt að sjá nánari útlistun á því hvernig þetta skiptist á milli niðurfærslu á óunnýttum skatttekjum og hins vegar annarra tekna sveitarfélagsins. Nú aðrar skammtímakröfur, þetta er nú svona megninu til ósóttur virðisaukaskattur eða virðisaukaskattur sem er svona í afgreiðsluferli og er 20,5 milljónir aðrar skammtímakröfurnar ykkar. Og svo er handbært fé eru 152,6 milljónir í árslok og hefur lækkað eilítið á milli ára. Förum síðan hér yfir á skuldahliðina, það er svo sem ekki margt það að segja, þið takið þessar eftir því að hreyfingin sem er á hlutdeild minnihluta í eigin fé, að hún fer úr 42,8 milljónir í 39, það er vegna þess að það er tap á B-hluta fyrirtækjum sem að hluta til færð þá sem hlutdeild minnihluta. Það er nú hreyfingin sem er þarna. Lífeyrisskuldbindingin, það er að segja langtímahlutin sem er umfram það sem kemur til greiðslu og eða er áætlað til greiðslu á næstu 12 mánuðum er 119 milljónir, hækkar á milli ára og það harmonerar síðan við það sem er gjaldfært inn í rekstrarreikningi sem breyting ársins. Þið sjáið nánari sundurliðun og því í skýringu 5. Og skuldir við lánastofnanir, það er hækka eilítið á milli ára, það er að segja það er þá tekin viðbótarlán umfram það sem er greitt af lánum á árinu, en það var tekið eitt lán 30 milljón króna lán í B-hlutafyrirtæki á árinu 2020. Annað er svo sem ekki þetta að segja, það er að segja en skammtímaskuldirnar eru 185 milljónir tæplega
og lækkaði lítið á milli ára en voru 202 milljónir árið 2019. Þegar við erum síðan að skoða þær skuldbindingar sem að hvíla á sveitarfélaginu, þá þurfum við alltaf að setja þetta í samhengi við þá fjármuni sem að reksturinn að mynda, vegna þess að þeir fjármuni sem að reksturinn myndar umfram afborganir af langtímalánum, það hægt að ráðstafa því til fjárfestinga eða safna sjóðum. Og við förum hér yfir sjóðstreymið fyrir samstæðina í heild sinni. Við þar bara ítreka það enn og aftur, þegar við erum að horfa á samstæðina ykkar í heild, þá erum við að tala gjöld sem eru þá til ytri aðila, ekki aðila sem innan samstæðunar, og þar af leiðandi erum við einnig að tala hér greiðslur sem eiga sér stað til ytri aðila eða innheimta á tekjum sem þá þriðji aðili til sveitarfélagsins. Veltufé frá rekstri hjá ykkur jákvætt veltufé frá rekstri upp á 78 milljónir. Þið voruð heldur hógværir í áætlunum ykkar með viðaukum, eðli málsins samkvæmt, það var gert ráð fyrir nokkuð meiri útgjöldum heldur en raunin verður, þannig að þið höfðu gert ráð fyrir að ná út úr rekstrinum 36,8 milljónum. En þetta hins vegar nokkuð lægra heldur en árið 2019 þegar við vorum með tæplega 129 milljónir í veltufé frá rekstri. Og þetta peningamyndunum sem að reksturinn úr árinu 2020 að mynda, sem að menn þurfa síðan að taka tillit til svona reiknaðra stærða. Þá vorum við farin að tala handbært fé frá rekstri. Þannig að þegar búið að taka tillit til þess sem að þeirra gjalda sem að voru ógreidd áramótin hafa verið gjaldfærð í rekstri og þá tekna sem eru óinnheimtar og flokkast meðal annarra óinnheimtara tekna á árinu, þá eru þið með handbært fé frá rekstri upp á 73 milljónum tæplega. Höfðu gert ráð fyrir tæplega 40 milljónum og þarna erum við nú eilítið undir líka fyrra ári. Þannig að það má eiginlega svona í sinni einföldustu mynd segja að reksturinn hafi verið að skila ykkur í peningum í kassan 73 milljónum. Þið setjið 77,5 milljónir í fjárfestingarhreyfingar og þá skiptingu sjáum við hér á skjánum fyrir framan okkur. Það eru 89,5 milljónir fara til fjárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum. Áætlanir höfðu gert ráð fyrir að þið værið með tæplega 97 milljónir sem yrði ráðstafað þar. Þið fáið fjármunum fyrir sölu og rekstrarfjármunum upp á 15 milljónir. Og svo þarna sjáum við aftur stofnframlögin sem að voru skýrir breytingun á eignarhlutum og stofnframlögum á efnahagsreikningum. Það voru tekin, síðan förum við þá næst, miðað við þetta, þá það má segja það að þið séu búin að ráðstafa öllum fjármunum sem reksturinn myndaði í gegnum fjárfestingarhreyfingarnar og það þarf að fjármagna mögulega einhvern hluta sem upp á vantar, en þið greiðið af langtímalánum árið 2020 38,5 milljónir. Það er tekið eitt nýtt langtímalán upp á 30 milljónir, þannig að afborganir langtímalána umfram nýjar lántökur eru 8,5 milljónir á árinu og handbært fé sveitarfélagsins lækkar 13 milljónir og í árslok eins og áður sagði 152,6 milljónir í samstæðu. En þið höfðu gert ráð fyrir umtalsvert lakari sjóðstöðu í áætlunum ykkar viðaukum. Þið höfðu þá gert ráð fyrir því að þarna væri að ræða rekstrargjöld umfram tekjur sem hefðu dregið á sjóðina hjá okkur. Síðan koma í ársreikningum og eftir koma skýringar og það sem það nú kannski svona til þess að ég sé ekki að þylja allar tölur með ykkur á ársreikningsskjalinu og þá langar mig hins vegar að benda ykkur á skýringu sem skýring númer 7 sem heildaryfirlit rekstur. Af hverju ég að benda ykkur á það? Það vegna þess að þarna erum við með á einum stað samantekið þær annars vegar breytingar á einstaka málaflokkum frá fyrra ári og í samhengi við áætlanir 2020 með viðaukum. Þarna sjáum við að rekstur aðalsjóðs ekki, þið höfðu gert ráð fyrir að hann væri í tapi upp á 72,2 milljónir en aðalsjóðurinn hins vegar ekki að skila svo miklu tapi heldur tæplega 32 milljónum. Þarna sjáum við framlagið sem var veitt á árinu 2019 til B-hlutafyrirtækisins upp á 295 milljónir eins og ég talaði áðan að við þyrftum að huga að þessu þegar við erum að rýna tölurnar í rekstrinum. Þetta var svo skýring sem ég vildi benda ykkur sérstaklega á, en það kannski, síðan náttúrulega eðli málsins samkvæmt þegar þið lesið ykkur í gegnum skýringarnar, þá erum við fyrst að fjalla skýringar sem fylgja rekstrarreikningnum, þannig að þið getið kynnt ykkur nánar sundurliðin á þeim fjárhæðum með vísan þá yfir í rekstrarreikningin og einstaka flokk, til dæmis
á tekjuliðunum hjá ykkur. Síðan koma þarna á eftir í skýringu 8, þá komum við að fjárfestingunni. Þá erum við með fjárfestingu í samanburði við áætlun með viðaukum og við leiðum út frávikið. Þannig að við sjáum að A-hlutinn, hann gerði ráð fyrir 43,7 milljónum í fjárfestingu. Raunniðurstaðan 32,6 milljónir og menn eru þá undir fjárfestingaráætlun upp á 11 milljónir rétt rúmar og síðan sjáum við hér fyrir neðan sundurliðun á fjárfestingu B-hlutafyrirtækjanna ykkar og frávikið fyrir einstaka verkefni. Aðeins að hoppa yfir hér í sundurliðun sem með ásetningi. Þetta ekki plagg sem hluti af ásetningi en eins og gagnlegt til þess að átta sig á rekstri og fá betri yfirsýn yfir rekstur B-hlutafyrirtækjanna ykkar. Og þarna þá hægt að sjá að Silfurtún, og ég geri það að umtalsefni vegna þess að það eru hækkanir í launum og launatengdum gjöldum á vel flestum dvalarheimilum á tímum COVID og það hluti af því sem að menn eru að eiga við svo fram á við. En hins vegar vil ég benda á það að sú eftirgjöf sem að menn voru og fóru í með framlagi 2019 að skila því að á heimilinu hvílir ekki lengur langtíma skuld gagnvart aðalsjóði og hún þar af leiðandi ekki neitt vaxtareikning að ræða og vegna þess. Og ef við horfum bara á rekstrarniðurstöðu án fjármuna rekstrarniðurstöðu fyrir afskriftir að þá er hún neikvæð 7,5 milljónir, það að segja reksturinn vantaði þá fjármuni til þess að ná endum saman. Og þegar við erum síðan að horfa á Silfurtúnið í heild sinni þá það rekið með 13,6 milljón króna tapi á árinu og þetta þurfum við að kannski svona taka tillit til þegar þið stigið fram á við hvort að félag þessi B-hlutastofnun eða Silfurtún hvort það þurfum við að vera með árlegt framlag til hennar til þess að mæta þessum vænta rekstrarhalla. Ég veit að þeir eru nýbúin að setja þarna í gegn töluverða fjármuni en það enga síður þannig mikilvægt að vera ekki að safna upp mögulega aftur viðskiptastöðu við aðalsjóð nema menn hafi einhverjar væntingar að fá það bætt. Áður en við kannski vindum okkur í endurskoðunarskýrsluna, eru einhverjar spurningar sem þið viljið svona skjóta á mig áður en við höldum áfram og yfir í endurskoðunarskýrsluna? Spurningar og stjórnarmanna? Það ekki byrja á hljóð. Byrjum á þess þannig að varstu bara áfram haldur. Allt góðu. Þá skulum við vinda okkur hér næst yfir í endurskoðunarskýrsluna og ég vona að þið sjáu þetta og þetta sé ekki of smátt. Það hefðbundin inngangur að þessari skýrslu og ég reikna fastlega með því að þið hafið fengið hana svona til yfirlestur og hún merkt sem drög og það vegna þess að við síðari umræðu þá í raun og veru gengið frá öllum þessum plöggum eins og við förum nánar yfir þegar við rennum okkur hér inn í skýrsluna. Í þessum inngangi rétt verið bara að benda á það að það eru mikilvæg atriði á blaðsíðu 18 sem að útskýra svona tilgangsskýrslunar og hvaða takmarkanir á þeirri vinnu sem að fór fram. Þá eigum við náttúrulega fyrst og fremst við það að okkar vinna byggir á því að við fáum hæfilega vissu fyrir því að reikningurinn sé án verulegra skekkju og okkar vinna miðar ekki að því að koma auga á fjárhæðir og alla mögulega tilfærslu sem gætu haft einhverjar krónur eða 1000 króna skekkju í för með sér. Við þurfum að það ópraktískt að nálgast þetta þannig að menn skoði öll gögn. Og síðan þá aðeins fjallað takmörkun og ábyrgð vegna dreifingar á skýrslunni og þá fjallað sérstaklega það þarna aftast eða á þessari glæru sem vísað í. Þannig að við förum okkur hér bara beint yfir í niðurstöðu endurskoðunarinnar. Áherslur endurskoðunar þær taka alltaf mið af því innra eftirliti sem til staðar hjá sveitarfélögum og möguleikum stjórnenda á sniðgöngu á því eftirliti sem til staðar. Þannig að þegar við leggjum á stað inn í okkar vinnu þá erum við sífellt að meta og endurmeta þau eftirlit sem komið hefur verið á. Lögum samkvæmt þá framkvæmum við stjórnsýsluskoðun og gefum út sérstaka skýrslu það. Það sérstakt fókusatriði áhrif heimsfaraldurs á COVID-19 á mögulega atburðir eftir reikningsskiladag. Á þessum óvissu tímum þá getur vel verið að það komi einhverjir hlutir upp þangað til að við tökum reikningin fyrir í síðari umræðu sem kalli á það að gera þurfi grein fyrir ákveðnum upplýsingum í ársreikningi
Og svo eru þá önnur atriði sem eru þá veigamiklir liðir sem að njóta sérstaks fókus vegna þess að fjárhæðir þeirra eru verulegar. Og varðandi óleiðrétta mismuni skýri aðeins út á eftir hvað við eigum með því, en okkur ber að safna saman mismunum eða skekkjum sem eru yfir ákveðnum fjárhæðum og útbúa sérstakan mismunalista. Og síðan þá í framhaldi af því að við erum að ljúka endurskoðuninni, þá er þessi listi tekinn saman og ef við erum farin að nálgast eitthvað sem að menn telja að geti valdið skekkju, þá þarf að bregðast við því, en það er í stuttumáli sagt, það er ekki að ræða neina óleiðrétta mismuni sem að koma upp við okkar vinnu. Það er mál sem að við göngum síðan frá samhliða seinni umræðu eins og ég ræddi áðan, það eru staðfestingarbréf stjórnenda, það er afgreiðsla og áritun sveitastjórnar, það er undirritun endurskoðanda eða okkar og síðan það þá gefin út lokaútgáfa endurskoðunarskýrslu. Og ég taka það sérstaklega fram að þó að búið sé að taka ásetning til fyrri umræðu, þá getur vel verið að við þurfum að komi atriði upp sem að gera það verkum að hann breytist á millinu umræðna. Ef að slíkt kemur upp, þá myndum við alltaf ræða það sérstaklega við sveitarstjórn, en til dæmis umfjöllun áhrifin á COVID á sveitarfélagið, ef að menn vilja bæta í þá umfjöllun sem að þið sjáið í ásetningnum, þá er það sjálfsagt mál, en einnig það var kallað eftir staðfestingarbréfum hjá lögfræðingum sem að fjalla þá stöðu mögulegra málshöfðunar eða lögsókna á hendur sveitarfélaginu. Þá einn aðili eftir að svara því bréfi og ef að í því kemur eitthvað sem ekki hefur verið þegar gerð grein fyrir, þá myndum við að sjálfsögðu bæta því við inn í umfjöllun ásetningsins þau mál. Okkur ber skylda að gera grein fyrir svona helstu veikleikum í innra eftirliti sem að við verðum áskynja og við teljum vera verulega, þeir eiga erindi við sveitarstjórn. Við viljum benda á að sökum smæðar skrifstofu, þá aðgreiningu starfa, hún ekki fullnægjandi í öllum tilvikum. Það oft á tíðum þannig vegna þess að umfang skrifstofunnar setur mönnum ákveðin mörk þarna, þetta þarf að vera praktískt. Það sem skiptir kannski máli þarna það að stjórnendur eru meðvitaðir þennan veikleika í innra eftirlitinu og hafa þar af leiðandi svona vakandi auga fyrir því. Það komi ekki fram einhverjir aðrir verulegir veikleikar í innra eftirliti við vinnu okkar, en við höfum eins og svona komið á framfæri ábendingum það sem ekki telst verulega veikleika að ræða, heldur mögulega bara tækifæri til úrbóta og aukinnar skilvirkni. Varðandi veikleika í stjórnsýslu, og það eru þá niðurstöður stjórnsýsluskoðunar, þá viljum við ítreka mikilvægi þess að menn hugi að tímasetningum, samþykktar á viðaukum. Næst fjöllum við hér lítið umfang endurskoðunarinnar, það nær til allra þeirra eininga sem að saman eru nefndar samstæðu ásetningu sveitarfélagsins, og þetta eru þá aðalsjóður, eignasjóður, allra B-hlutafyrirtækjanna sem að tilheyra ykkur, og þið sjáið á glæru 6 má sjá svona samantekin hvaða félög þetta eru. Örstutt mikilvægi, að þegar ég var að tala hér mismunalista rétt áðan, við leggjum út með það og samkvæmt endurskoðunarstörlum þá þurfum endurskoðendur að reikna fjárhæð samkvæmt fyrirfram ákveðnum aðferðum, hvaða fjárhæð væri það sem að ef að ásetningurinn eitthvað væri skakkur hana, þá væru líkur á því að notendur reikningsskilanna tæki mögulega rangar ákvarðanir, það er að setja á stjórnendur, sveitarstjórn eða mögulega lánveitendur. Nú þessi fjárhæð reiknuð út frá heildartekjum ykkar samkvæmt áætlun og hún 31,7 milljónir. Þetta nú nokkuð há fjárhæð, en til þess að bregðast því svona mögulegri sem kallað uppsöfnunar áhætta eða mikilvægi fyrir einstaka liðreikningsskilanna, þá erum við með 23,8 milljónir, en ef við verðum vör við mismuni hins vegar sem eru yfir 1,5 milljónum eða 1,5 milljón, þá eru þeir færðir inn á mismunarlista og farið yfir það ef að þeir eru orðnir margir eða farnir að nálgast þetta mikilvægi fyrir einstaka liði, þá þarf að gera leiðréttingar, en eins og ég sagði áðan, það ekki að ræða en óleiðrétta mismuni hjá okkur. Hér sjáum við umfang endurskoðunarinnar. Þarna eru við að miða við svona hvaða dekkun við erum með á tekjum. Af hverju eru við að tiltaka tekjur? Það vegna þess að mikilvægismörkin eru reiknuð út frá tekjum og við erum komum hér að endurskoðun eða erum með 100% dekkun á tekjum samstæðunar, þar að við komum að endurskoðun allra eininga sem eru að mynda saman heildartekjur sveitarfélagsins. Og það einn hérna óendurskoðaður ásetningur sem fasteignafélagið Hvammur, en heildartekjur þess félags ekki að vigta neitt inn í stóra menginu hjá sveitarfélaginu og hvaða tekjur varðar.
Fyrirhuguð áritun óháðs endurskoðanda hér á næstu glæru og hún án fyrirvara, svo framalega sem ekkert komi upp við fram að síðar umræðu sem gefur tilefni til þess að endurskoða þá nálgun okkar. Og svo hér á næstu glærum fjallað aðeins innra eftirlitið og niðurstöður endurskoðunar. Það er að segja það við skilgreinum innra eftirlitið. Í hverju felst það þegar við tölum innra eftirlit? Það er náttúrulega þeir þættir og það er aðgerðir sem að stjórn og stjórnendur, sveitastjórn og stjórnendur hefur komið á til þess að tryggja það að fjárhagssveiflingar séu áreiðanlegar, það sé örugg meðferð og varsla fjármuna sem rennur hendur sveitarfélagsins og ekki hljótist tjón af sökum villu, mistaka eða mögulegri misnotkun fjármuna. Viðbrögð okkar í endurskoðuninni, þarna fjallað það. Þetta við lesum fundagerðir og tökum úrtök, það eru yfirfarnir lykilferðlar sveitarfélagsins, það kannað aðgreining starfa, við tökum úrtaksprófanir til staðfestingar á réttmæti, kostnaðar og tilurð hans og einnig búið að úthluta ákveðnum heimildum til tiltekinna starfsmanna eða deildarstjóra sem eiga þá að geta staðfest eða stofna til kostnaðar og þetta allt saman skoðað með samhliða endurskoðuninni. Nú niðurstaðan sú að það kom ekki fram verulegi veikleikar en við bendum hins vegar bara á þessa aðgreiningu starfa sem ekki í öllum tilfellum fullnægjandi en stjórnendur eru meðvitaðir sniðganga stjórnenda, hoppum aðeins yfir og þá glæru. Þetta í raun það sem verið að skoða í þessum atriðum það að við framkvæmum ákveðnar og aðgerðir og greiningar á færslum sveitarfélagsins og virkni á eftirliti með færslunum og leitum með að svona sviksimisfærslum með sjálfvirkum aðgerðum og gagnagreiningum og allt þetta til þess gert að átta sig á því hvort að það innra eftirlit sem til staðar, hvort að menn geti sniðgengið það. Niðurstaðan úr þessu það að það kom ekki fram neinar vísbendingar það að stjórnendur hefðu sniðgengið eftirlitið á árunni sem við vorum að skoða. Aðeins samanteknar niðurstöður úr stjórnsýsluskoðuninni. Þetta lögbundin skylda samkvæmt stjórnarlögum og við erum að rækja hana með því að fjalla hér þá atriði sem við teljum eiga erindi við ykkur og við viljum bara sérstaklega ítreka mikilvægi þess að menn hugi að tímasetningu við samþykktir á viðaukum og það þarf að gæta að því að það sé ekki verið að ráðstafa fjármunum eða stofna til skuldbindinga gagnvart þriðja aðila nema það liggi fyrir því svona samþykktir viðaukar ef það ekki þegar gert ráð fyrir þessum útgjöldum í gildandi fjárhagsáætlun. Síðan koma hér á eftir glærur sem að fjalla einstaka liði sem eru og teljast vera svona fókusatriði í okkar nálgun. Það annars vegar rekstrartekjurnar, eðli málsins samkvæmt að njóta þær töluverðs áhorfs hjá lesendur reikningsskilanna og stjórnendum og marka náttúrulega það umfang starfsemi sem að sveitarfélagið stendur fyrir því að allt í öllu þá þurfum menn að vera með halda rekstrarjafnvægið, laun og launatengd gjöld, þar erum við með það stóran gjaldalið í reikningsskilunum hjá okkur að þetta nýtur sérstaks fókus við skoðun hjá okkar, varanlegir rekstrarfjármunir. Menn setja töluverða fjármuni í það árlega sveitarfélag að byggja upp innviði sveitarfélagsins, það hvort sem það í fráveitukerfum, vatnsveitukerfum eða einstaka byggingum sem að starfsemi sveitarfélagsins rekin í. Þannig að það eðlilegt að við tökum sérstakt úrtak úr þeim viðbótum sem eru færðar til eignar innan ársins og reynum að sannreyna það að þetta sé tilurð kostnaðar og eðli sé í samræmi við það sem lagt upp með. Síðan eru þá stofnframlög og eignarhlutir. Það kannski fyrst og fremst vegna þess að það að verða breyting á árinu og við rekjum það en stærsti einstaki eignarhluturinn hjá ykkur eignarhlutur í lánasjóði sveitarfélaga en hann bókfærður á 54 milljónum. Og svo erum við þá með stofnframlag Bakkahvams sem hásisfélagið ykkar sem í árslok 2020 14 milljónir. Það þannig eins og kemur fram þegar þið rennið yfir niðurstöður okkar við þessa skoðun og þessum einstaka liðum að við gerum almennt ekki athugasemdir við færslu og meðferð þeirra í reikningsskilum sveitarfélagsins. Þá skulum við vinda okkur eilítið í ítarefnið, ég ætla ekki að dvelja lengi við það. En hér eru aðrar upplýsingar til sveitarstjórnar þar sem við erum að staðfesta við sveitarstjórn að við erum í störfum okkar óháð, við höfum yfirfarið reikningsskilaaðferðir og teljum þær vera viðeigandi, gerum ykkur granna grein fyrir því að við reiknum með því að áritun okkar verði
fyrirvaralaus á ársreikning sveitarfélagsins. Það hafa ekki komið upp sviksemisatvik eða grunur um sviksemi eða brot á lögum sem að leitt getur til verulegra skekkju. Við gerum einnig grein fyrir því að við höfum stuðst við vinnu ytri sérfræðinga. Í eitthvað tilfelli er það tryggingastarfræðingurinn sem sér að reikna áfatna lífeyrisskuldbindingu í árslok og það hafa ekki verið neinur hömlur á okkar vinnu og engir erfiðleikar komið upp við endurskoðun ársreikningsins. Hér er nánari umfjöllun óhæðið, það er óskert og við staðfestum það hér með við sveitarstjórn að við erum óháð í okkar vinnu og allt það teymi sem tók þátt í þessari vinnu með okkur. Hér eru fyrirvarnar sem ég nefndi í upphafi og við erum nú ekkert að dvelja við það en við biðjum ykkur bara að renna yfir þetta og það er að segja þá sérstaklega takmörkun á ábyrgðinni gagnvart. Þetta er fyrst og fremst unnið í þágu stjórnenda sveitarfélagsins. Við gerum eins og það er enga takmarkanir á dreifingu á skýrslunni en við samþykkjum ekki neina ábyrgð gagnvart þriðja aðila ef að menn fara vitni í hana, hvort sem það er að hluta eða í heild. Aðeins það eru breytingar í vændum hjá okkur og þessar breytingar taka gildi þegar við stillum upp ársreikningi sveitarfélagsins fyrir árið 2021. Það voru nefnilega að gera breytingar á reglugerð 12/2015 bókhald fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga sem að hafa það í för með sér að það er von á því að það komi töluvert fleiri einingar inn í samstæðureikning sveitarfélagana heldur en verið hefur. Við tökum það sérstaklega fram að reikningsskil og upplýsingarnefnd sveitarfélaga hefur ekki gefið út frekari leiðbeiningar eða álit á því með hvaða hætti eigi að túlka þetta ákvæði. En hins vegar er það þannig að þá er í einföldu máli þá er það þannig að öll samstarfsverkefni sem að sveitarfélagi stendur að þau koma inn í B-hluta eða mögulega A-hluta sveitarfélagsins ef að var að ræða slík verkefni. Þannig að það setur ákveðna pressu á einingar og samstarfsverkefni sem þið takið þátt í að það liggi fyrir uppgjör þeirra áður en að uppgjör sveitarfélagsins er lagt fram vegna þess að þau verða þá hluti af samstæðu sveitarfélagsins. Ítreka, það er ekki komnar nánari leiðbeiningar þetta, hvernig eigi að túlka þetta. Þannig að svona næstu skrefur það að við bíðum eftir áliti reikningsskil og upplýsingarnefndar sveitarfélaga það hvernig eigi að fara og bregðast við þessari breytingu. En þið sjáu það í hendi ykkar að þarna getur til dæmis verið að ræða samstarfsverkefni eins og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Þið eruð í samstarfi við önnur sveitarfélög brunavarnir, þannig að þetta eru þá verkefni sem kemur þá inn sem mögulega sér B-hluta fyrirtæki. Förum nánar yfir það þegar að þetta teiknar sig betur upp. Hér á eftir eru síðan viðaukar og í þessum viðaukum þá erum við að setja í samhengi lykiltölur og fjárhagsáætlanir, það er að segja að við erum með rauntölur 2019 og 20 og svo erum við með áætlun sem að sveitarstjórn hefur samþykkt lögum samkvæmt fyrir árin 21 til 24. Það sést nú ágætlega og kannski best hér á næstu mynd. Þarna sjáum við að þið gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins sé jákvæð öll árin sem áætlanir ekki að taka tillit til. Það þýðir það að rekstrarjöfnuðurinn ætti að vera jákvæður fyrir samstæðuna og þið gerir ráð fyrir að reksturinn skili veltufé frá rekstri á hverju ári. Þið gerir ráð fyrir það verði 61 milljón árinu 2021. Þið eru þann á út úr rekstrinum 78,4 milljónum 2020 og síðan gerir þið ráð fyrir því að árinu 2023 séu þið í 127 milljónum og rétt 108 milljónir 2024 ef áætlanir ganga eftir. Afborganir langtímalána og skuldbindinga samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun hjá okkur. Það vaxa eilítið en það gerir þið ráð fyrir lántökum í áætlunum hjá okkur. Þannig að uppsafnaður greiðsluafgangur gangi fjárhagsáætlanir eftir og höfum það í huga. Þannig erum við ekki búin að taka tillit til þess handbærsfjár sem í sjóðum ykkar í árslok 2020 en uppsafnaður greiðsluafgangur sem þá hægt að nýta til þess að fara í fjárfestingar ef áætlanir ganga eftir 179 milljónir. Þið eruð búin að teikna upp fjárfestingarhreyfingar fyrir tímabilið og uppsöfnuð fjárþörf vegna fjárfestinga 782 milljónir tæplega, þannig að það sem menn eiga eftir að fjármagna eru 603 milljónir tæplega. Þið gerir ráð fyrir lántöku upp á 260 milljónir og
uppsafnaður greiðsluafgangur sem þá fjármagnaður með öðrum hætti í áætlunum heldur en lántöku og af þeim fjármunum sem reksturinn að skila þá 340 milljónir og eins og við segjum hér á glærunni fyrir framan, það gert ráð fyrir að mæta þessari fjárþörf í áætlunum hjá okkur með lántökum, það fjárþörfinni sem myndast í fjárfestingunni, með lántökum upp á 260 milljónir, með sölu og rekstrarfjármunum upp á 320 milljónir og svo lækkun og handbæru fé. Þarna erum við sem sagt að horfa á hvernig eru sjóðstreymisáhrifin af þeim ákvörðunum eða svona stefnumótandi ákvörðunum sem menn hafa verið að setja fram í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þetta gagnlegt að horfa á þetta plagg og mögulega þurfið þið núna með rekstrarniðurstöðu ársins til hliðsjónar og stöðu handbærs fjár í árslok 2020 að skoða þetta sjóðsflæði upp á nýtt. Rekstrarjöfnuðurinn, eins og ég sagði áðan, þá rekstrarjöfnuðurinn hjá ykkur, við þurfum að horfa þar til samstæðunir í heild sinni sem eru appelsínugulu línurnar. Þið standist hann allan tíman. Ástæðan fyrir því að þið ekki að ná honum hérna árin 2018 til 2020 þessi fyrir A-hlutann þessi einskiptis gjaldfærsla sem við höfum nú nokkru sinnum minnst á. Hér sjáum við síðan myndi við þróunin á framreiðarhlutfallinu og hérna það svona að rokka hérna í kringum 10% fyrir utan árið 2022. Þá gera mér ráð fyrir að það hérna vaxi lítið og hérna verði svona svolítið frábrugðið. Það fyrir því náttúrulega skýringar sem að leita í áætlunum. Skuldahlutfallið þar töluvert undir og hérna þetta brúttóhlutfallið, það að segja bara heildarskuldir sem í hlutfalli af tekjunum ykkar, þannig að þar erum við með 65% tæplega í árslok 2020 og þið eruð rétt í kringum 66,3% á árinu 2024, þannig að þið eruð undir öllum mörkum þar og þið eruð einnig undir öllum mörkum hvað varðar skuldaviðmiðið og hérna svo sem ekkert við þekkjum orðið öll hvernig það reiknað, það annars vegar skuldahlutfallið sem svona brúttó reiknustærð en í skuldaviðmiðinu þá búið að taka tillit til veltufjármuna sem til staðar hjá okkur, þeir koma til frádráttar fyrirframgreiðslan út af brúaruppgjörinu og síðan þá verið líka að draga frá heildarskuldum það sem kemur til greiðslu af lífeyrisskuldbindingum eftir 15 ára síðar. Þannig að eiginfjárhlutfallið ykkar bara mjög sterkt og þið eruð hérna komin yfir 60% í eiginfjárhlutfall gangi áætlanir eftir árið 2024. Og þetta náttúrulega miðað við áætlanirnar eins og þær voru samþykktar upphaflega fyrir árin 2021 til 2024. Nú staða handbærs fjár önnur heldur en höfðu gert ráð fyrir í þeim áætlunum og kannski til að taka tillit til þess og velta því þá fyrir sér svona fram á veginn ef að það eru fyrir séðar einhverjar breytingar hvort sem að það á fjárfestingum eða fjármögnun einstaka verkefna að handbært fé í sjóðum meira heldur en höfðu gert ráð fyrir. Og þá yfirferð minni lokið á þessu og hérna ég þakka fyrir en orðið laust náttúrulega sjálfsögðu fyrir spurningar. Ég vil bara þakka þér Haraldur fyrir ítarlega og greinargóða yfirferð ársreikning Dalabyggðar 2020 og fylgiskjölum. Ég sjálfur ekki spurningar en einhverjum fréttastjóranum sem vilja taka til máls og spyrja Harald. Hver sér engin hljós, þannig að ég vil bara þakka þér fyrir þátttöku á fundinum Haraldur. Ég bara lagt hér fram að ársreikningi 2020 sé vísað til síðar embættis sveitarstjóra. Þess sem samþykkir þingið ekki samkvæmt samfélag. Þá já, takk fyrir. Best. Það næsta skráliður 3, það fjárhagsáætlun 2021 og það liður 1 fyrir áætlun og ég ætla að byrja Kristján Mjölkastjóra að fara yfir kynnaðan viðauka fyrir okkur. Sveitarstjórnarmenn. Það þessi viðauki felst í nokkrum liðum. Þetta sjálfsögðu
ekki stór frávik varðandi reksturinn, en það sem þar er að ræða að það lækkun 70.000 í tekjur eða afkomu vegna sölu á réttinni, það segja að falla niður kostnaður en það er líka leigugreiðslur sem að falla út. Það hækkun 800.000 vegna skipulags- og byggingarnefndar, það aukin fundir og vinna vegna aðalskipulags fyrst og fremst. Það aukin framlag 800.000 til Silfurtúns sem vegna ráðgjafakostnaðar við verkefni sem að þar á að fara inn. Það hækkun vegna dagpeninga sem voru náttúrulega 500.000 og síðan hækkun dagaveitum rekstrarkostnaður þar upp á 850.000 sem vegna bílana sem að koma upp sem við var ekki gert ráð fyrir en ég takla með einhverjum af þessum liðum komin yfir áætlun núna heldur þetta sem við sjá fram á þess. Og síðan varðandi fjárfestingar þá koma 3,5 milljón vegna kaupa á húsnæði á Miðbraut 11. Það lækkun á gjöldum vegna útrásar, það verður 8,7 milljónir en var 15,5 milljónir í áætlun og ástæðan fyrir þessu að þarna erum við búin að áætla inn núna styrki vegna fráveituframkvæmda. Það lá ekki fyrir þegar að fjárhagsáætlun var gerð, lá ekki fyrir reglur þessa styrki en það sem liggur fyrir núna þannig að við erum búin að áætla miðað við þær reglur. Og síðan hækkun á Dalaveitu upp á 3,8 milljónir í fjárfestingar. Þetta heildarhækkun en við erum líka að fá inn styrki þar. Við fengum styrk úr Ísland ljóstengt til þess að tengja 5 styrkhafastaði til viðbótar til að loka því. Og síðan kom fjárfestingarkostnaður sem raunverulega frá árinu 2020 en reikningar sem skiluðu sér ekki fyrir á þessu ári, þannig að það það sem við erum að taka tillit til þarna. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Eru einhverjir sem vilja taka til máls varðandi viðauka 1? Það kveður sér engin hljóðs, þá geri ég það tillögu minni að viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2021 sé samþykktur. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4, það Miðbraut 11, kaup á húsnæði. En þetta mál sem hefur verið til umræðu nokkru sinnum og það liggur hér fyrir bara að það tillaga eða kaupsamningur að Byggðarráð kaupi hér neðri hæðina í stjórnsýsluhúsinu. Viljið þið fara? Skúli, þú ætlar að rekja þetta mál hérna fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Skúli. Oddviti, góða fundarmenn. Já, ég skal kannski aðeins fara yfir þetta bara. Þessi tillaga komin út frá því að það var reynt að fá húsnæðis hérna niðri þar sem sýslumaðurinn var undir nýsköpunarmiðstöð. Átti helst að reyna að fá það fyrir ekki neitt, bara afnota því. Það gekk ekki eftir, þannig að nokkuð var boðin eignin til kaups. Þannig að í því hefur Byggðarráð verið að vinna undanfarið, að reyna að ná samningum og hefur náð samning núna og liggur fyrir sveitarstjórn núna drög að kaupsamningi að við kaupum húsnæðið sem að tilheyrði sýslumanninum áður upp á 3,5 milljónir og ég held að þetta séu mjög góð kaup. Hluti af þessum 3,5 milljónum sem við þurfum að leggja út þarf ríkið að eyða tilbaka í að skipta húsnæðinu í sundur þannig að lögregluhlutin verði sér hluti og þeir áætla samkvæmt því sem þeir sögðu mér að það var 2 milljónir. Ég veit ekki alveg hvernig ég finna það út en það þeirra pælingar
og þeir telja sig þurfa að eyða 2 milljónum af þessum 3,5 milljónum til þess að loka þessum hluta. Þannig að það var niðurstaðan að við myndum leggja til að kaupa þetta þá 3,5 milljónir og vonum náttúrulega að það verði bara samþykkt hér. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Skúli. Eru einhverju sem vilja taka til máls varðandi þennan dagskrárlið? Það kveður sér engin hljóðs, þá gerir það hér að tillögu að sveitarstjórn samþykki drögin að þeim kaupsamningi sem eru hérna í fundardrögum varðandi kaup á neðri hæðinni hérna á miðbraut 11, þeir sem eru samþykki þessum kaupsamningi gefið merki. Hann er samþykktur samhliða. Þá er næst dagskrárliður 5, það er breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers í landi Sólheima. En hér all umfangsmikið mála að ræða og sem að á orðið sér langan aðdraganda og við samþykktum að fundi hér í nóvember að vísa málinu til auglýsa aðalskipulagstillögu og það auglýstum eftir umsögnum og umsagnarfrestur var til 20. janúar. Það kom inn allmargar umsagnir og athugasemdir og umhverfis- og skipulagsnefnd í samráði við verkfræðistofuna Eflu hafa verið að vinna úr þessum athugasemdum. Og ég ætla að bara fara yfir raun og veru þær umsagnir sem bárust og svör sveitarfélagsins við umsögnunum. Í fyrsta lagi þá er það umsögn frá Landsneti að það er spurning fyrirhugað iðnaðarsvæði liggur að hluta til undir Glerárskógalínu 1 og er sýnd á uppdrætti en engin umfjöllun með hana eða helgunarsvæði hennar í greinargerð. Svar sveitarfélagsins við þessu er að aðalskipulagsbreytingin hefur ekki áhrif á fyrirliggjandi stofnkerfi rafveitu. Ef verður af vindorkugarði á bæði Hróneyjastöðum og Sólheimum kallar það á öflugra flutningskerfi. Aðalskipulagið markar stefnu sveitarfélagsins en ekki eru settar fram nákvæmar útfærslur einstaka þætti. Í deiliskipulagi verður afmarkað helgunarsvæði línunar og fjallað verður hana í greinargerð. Svo er B-liður í umsögn Landsnets í umhverfismati áætlunar eru metin áhrif uppbyggingar vindorkuvers og aðra landnotkun en aðeins er litið til landbúnaðar. Æskilegt er að einnig verði metin áhrif áætlunar á háspennulínuna og helgunarsvæði í ljósi þess að framkvæmdin gæti haft áhrif á raforkuflutning og rekstur lína á svæðinu. Svar sveitarfélagsins er umfjöllun áhrif á háspennulínur og helgunarsvæði þeirra verður á deiliskipulagsstigi. Vísað til framkvæmdar aðila varðandi samráð við Landsnet. C-liður áhersla er lögð á greining á mögulegum tengingum við flutningskerfið og útfærslum þar á. Fari fram í samráði við fyrirtækið. Svar sveitarfélagsins á deiliskipulagsstigi verður haft samráð við Landsnet mögulegar tengingar og flutning raforkunar. Vísað til framkvæmdaraðila varðandi samráð við Landsnet. D-liður kanna þarf hvort hugsanlegar jarðstrengslagnir frá vindorkuverinu að tengipunkti við flutningskerfið hafi áhrif á afhendingargæði raforku. Svar vísað til framkvæmdaraðila varðandi samráð við Landsnet en að öllu jöfnu er ekki fjallað málefnið á aðalskipulagsstigi. E-liður óskað verður eftir niðurstöðum kerfisgreininga á áhrifum fyrirhugaðs vindorkuvers og rekstur flutningskerfisins og einnig óskað eftir frekari gögnum og greiningum frá framkvæmdaraðila. Svar sveitarfélagsins vísað til framkvæmdaraðila varðandi samráð við Landsnet en að öllu jöfnu er ekki fjallað málefnið á aðalskipulagsstigi. Þá er það umsögn Veðurstofunnar og þar eru 2 atriði. A. Kafli veðurfar snýr eingöngu að vindi en ekkert fjallað vindhraða, hvassviðrisháttir, hitafar og úrkomu. Svar sveitarfélagsins eða viðbrögð sveitarfélagsins aðalskipulagið markar stefnu sveitarfélagsins en ekki eru settar fram nákvæmar útfærslur einstaka þætti svo sem veðurfar. Nánar er fjallað málefnið í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. B-liður í töflu 2 og 3 væri rétt undir liðnum heilsa og öryggi að taka með ljóslögt og hættu á því. Svar sveitarfélagsins verður tekið til frekari skoðunar í umhverfisskýrslu á deiliskipulagsstigi. Þá er það umsögn 3 sem er frá Minjastofnun og Minjastofnun engin fornleifaskráning fór fram við aðalskipulagsgerð Dalabyggðar.
Fornleifaskráningu skal þar að leiðandi vera lokið fyrir deiliskipulagsgerð. Þessi umsögn gefur ekki tilefni til viðbragða á þessu stigi málsins. Svo er það umsögn 4 frá Landgræðslunni. Landgræðslan bendir á að við framkvæmdir verði leitast við að lágmarka rask á jarðvegi og gróðri. Einnig að gróðurtorfur sem falla til verði lagðar til hliðar og þær nýttar til frágangs eftir rask. Jafnframt að leitast verði við að valda sem minnstu raski á votlendi, þá hvetur Landgræðslan framkvæmdaraðila til þess að græða upp land til mótvægis við þær land sem fer undir mannvirki og helst bæta betur. Umsögn gefur ekki tilefni til viðbragða á þessu stigi málsins að mati sveitarfélagsins. Svo er umsögn 5 frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Bent er á að afla þar leyfis ráðherra til að taka land úr landbúnaðarnotkun. Umsögn viðbrögð sveitarfélagsins. Umsögn gefur ekki tilefni til viðbragða. Sveitarfélagið vekur athygli á að landið mun áfram nýtast til speitar líkt og í dag, en verður leyfi ráðherra til að sækja verður leyfi til ráðherra til að breyta landnotkunarflokki. Svo er umsögn Samgöngustofu. Ég að laga hérna pappírinn hjá mér. Samgöngustofa gerir ekki athugasemdir varðandi öryggi, meðal annars eftirfarandi komið, en kemur eftirfarandi framkvæmdi. Ákvörðun Samgöngustofu merkingar og lýsingu hindrana tók gildi 15. september 2019. Gæta skal fyllstu varúðar og uppfylla lög hindranir og flugumferð. Þessu umsögn Samgöngustofu gefur ekki tilefni til viðbragða af hálfu Dalabyggðar, en tekið undir að allra öryggisráðstafana skuli gætt við framkvæmd og rekstur. Þá er það umsögn 7 frá Umhverfisstofnun og þar er fyrsti liður staðarval fyrir umrædda starfsemi í tillögunni skal einnig ráðast af því sem að minnst röskun verði á gróðri, votlendi og búsvæðum fugla og tekið sér tillit til verndargildi þessara þátta. Sveitarfélagið tekur undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð verður nánar grein fyrir röskun og náttúrufræði í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Sveitarfélagið mun fylgja því eftir á deiliskipulagsstigi að röskun votlendis verði haldið í lágmarki. Verði röskun gæti sveitarfélagið hugað að mótvægis aðgerðum framkvæmdar aðila. B-liður bentir á mikilvægi þess að það komi fram í tillögunni áætlað efnistökumagn við framkvæmdir og hvort fyrirhugað sé að nýta þær námur sem fyrir eru eða opna nýjar námur. Viðbrögð sveitarfélagsins. Á þessu stigi er ekki unnt að áætla efnismagn. Ekki er gert ráð fyrir nýjum námum umfram þær sem eru fyrir í skipulagi, en stefnt að því að nýta sem mest efni sem tilfellur, meðal annars vegna uppúrtektar fyrir undirstöður. C-liður við gerð aðalskipulags skal gera tillögu að skrá á stafrænum kortagrunni vegi aðra en þjóðvegi í náttúru Íslands þar sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil. Slík vegaskrá er jafnframt háð samþykki Umhverfisstofnunar þegar svæði liggi innan friðlýstra svæða. Við þessari umsögn er viðbrögð því að skrá vegi í náttúru Íslands verður unnin í tengslu við heildarendurskoðun aðalskipulags í samræmi við reglugerð nr. 260/2018. Ekki er krafa að þær leiðir séu sýndar og uppdrættið aðalskipulags. D-liður bent er á að himbrimi er ábyrgðartegund Íslands. Umhverfisstofnun telur að framkvæmdin geti haft neikvæð áhrif á búsvæði álftar og himbrima. Viðbrögð sveitarfélagsins. Gerð verður grein fyrir rannsóknum í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. E-liður sýnt skal fram á að brýnir almannahagsmunir réttlæti röskun og votlendi en stofnunin telur að tillagan geti haft neikvæð umhverfisáhrif í för með sér. Viðbrögð. Ekki er gert ráð fyrir verulegri röskun votlendis en gerð verður grein fyrir þeim þáttum í frummatsskýrslum og eftir atvikum í deiliskipulagi. F-liður í umsögn Umhverfisstofnunar. Vindmyllur geta verið ráðandi þáttur í landslagi vegna stærðar og hreyfingar. Gera þarf gleggri grein fyrir stærð og umfangi samanber Hallgrímskirkjuturn. Viðbrögð sveitarfélagsins við þessar athugasemd. Fram kemur í greinargerð áætluð hæð vindmylla og uppsett afl á framkvæmdasvæðinu. Gerð verður grein fyrir sjónrænum áhrifum í frummatsskýrslum og eftir atvikum í deiliskipulagi. Áhrif af framkvæmdum eru alltaf matskennd. G-liður
Huga þarf sérstaklega að því hvort landnýting og áhrifasvæði vindmylla er viðkvæm fyrir því hljóði sem berast mun frá starfseminni. Þá getur sérstaklega þurft að huga að lágtíðnihljóðunum. Viðbrögð sveitarfélagsins eru þau að gerður grein fyrir rannsóknum í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. H-liður bent á mikilvægi þess að það komi fram hver áhrif tillögunnar eru á óbyggð víðerni samanber ákvæði náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Svar sveitarfélagsins: óbyggð víðerni hafa ekki verið afmörkuð landfræðilega en samkvæmt skilgreiningu náttúruverndarlaga má áætla að núverandi staðsetning sé ekki innan víðerna en vindmyllur kunna vera innan skilgreinda 5 km marka frá víðerni. Í gildandi aðalskipulagi eru ekki skilgreind óbyggð víðerni. Y-liður bentir á mikilvægi þess að fjallað sé líftíma orkuversins í tillögunni. Ef gert ráð fyrir niðurrifi orkuversins bendir stofnunin á mikilvægi þess að fjallað verði hvernig niðurrifi verði háttað og umhverfisáhrifum þess. Svar við þessu gert ráð fyrir að líftími vindmyllanna verða minnst 25 ár. Eftir það verða vindmyllurnar annaðhvort endurnýjaðar eða teknar úr notkun. Hvort sem verður reiknað með að það verk taki styttri tíma en uppbyggingarferlið. Vindmyllurnar verða teknar í sundur, undirstöðu fjarlægðar og gengi frá svæðinu. J-liður í umsögn Umhverfisstofnunar fjalla skal meðhöndlun úrgangs. Gerð verður grein fyrir fráveitu og mögulegri mengandi starfsemi á deiliskipulagsstigi. Síðan það umsögn Orkustofnunar. Fyrirhuguð framkvæmd hefur verið tilkynnt til 4. áfanga rammaáætlunar og í þeim gögnum sem fylgdu umsögn þeirri fjallað að settar verði upp 29 vindmyllur og áætlað afl 162,4 megawatt en allt að 203 megawatt. Bent á að samræma þarf upplýsingar í umsókn til rammaáætlunar og breytingar á aðalskipulagi. Svar sveitarfélagsins: endanleg útfærsla verður í deiliskipulagi og eftir atvikum verður tilkynnt til rammaáætlunar upphærð eftir því sem framkvæmd aðili telur tilefni til. Aðalskipulag gerir ráð fyrir mögulegri hámarksframleiðslu. Ég ætla nú að vera í vatnsbrúsa og með vatn og held áfram lestri. Svo umsögn Vegagerðarinnar, dagsett 11. desember árið 2020. Það ekki gerð athugasemd við breytingu á aðalskipulagi en gerð athugasemd við að ekki sé fjallað flutning á íhlutum. Svar sveitarfélagsins að almennt gert ráð fyrir góðu ástandi þjóðvegakerfisins. Íhlutir verða fluttir að næstu hentugu höfn, þaðan sem þeir verða fluttir eftir hentugustu leið og áfangastað. Reiknaði með að flutningar verða sumarlagi, tekið undir að þörf sé á sérstökum aðgerðum varðandi vegabætur að framkvæmdasvæðum. Gert ráð fyrir að framkvæmda aðili verði í samráði við vegagerðinni varðandi flutning. Og síðan það síðasta umsögnin sem frá svæði skipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggð. Og það ekki gerðar athugasemdir við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar þar sem hún samræmist stefnu svæðisskipulags sem eflingu atvinnulífs sem meðal annars byggir á nýtingu auðlinda og auknu raforkuöryggi. Og þessu umsögn gefur ekki tilefni til viðbragða. Síðan það athugasemdir sem koma frá öðrum aðilum en þeim sem veita umsagnir. Og þá það fyrst athugasemdir landverndar sem eru hér allítarlegar og ég ætla að fara yfir þær. Fyrsta athugasemd að ekki sé að áform 2 vindorkuver haldist í hendur við framtíða möguleika að tækifæri Dalabyggðar. Svar Dalabyggð býr yfir mörgum framtíða möguleikum og nýting vindorku til raforkuframleiðslu einn þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að í Dalabyggð eru hentug svæði til að reisa vindorkuver og mun sveitarstjórn skoða alla möguleika og efla byggð og nýta þær auðlindir sem eru til staðar sveitarfélaginu til heilla. B-liður athugasemd B. Áhrifa vegna þessara gríðarmiklu áforma munu gæta með margvíslegum og ófyrirséðum hætti. Að hve miklu leyti hefur sveitarfélagið yfirsýn og eða haft tök á að meta samanlögð heildaráhrif. Svar: sveitarfélagið hefur ráðgjafa í þessum umfangsmiklu verkefnum. Samlegar áhrifin eru metin samanber töflu 4 í greinargerð. Ekki tryggt að allar hugmyndir sem koma fram í aðalskipulaginu komi til framkvæmda. C.
C-liður í athugasemd Landverndar: eins og staðan í dag þá mjög líklega líkur á aukin orkuþörf á Íslandi á komandi árum. Hver það sem á að kaupa þá orku sem vindorkuverin framleiða? Svar Dalabyggðar: Sveitarfélagið leggur ekki mat á markaðsmöguleika afurða iðnaðarframleiðslu fremur en aðra framleiðslugreinar svo sem landbúnaðarafurða, en metur það svo að almennt sé ekki lagt af stað í stór og dýr verkefni nema sjá fyrir að geta selt afurðina. Orkustofnun fer með langtíma spá varðandi orkuþörf og mun fá skipulagstillögur til umsagnar. D-liður: bent á að bíða með framkvæmdir þar til fjallað hefur verið þær í rammaáætlun. Ótímabært að hefja undirbúning með skipulagsbreytingum, ekki raforkuskortur í landinu og því ekki aðkallandi að framleiða meiri raforku. Ef ekki verður farið að lögum nr. 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun við undirbúning af vindorkuverum, áskilja samtökin sér eftir atvikum rétt til að leita dómstóla lögmæti þeirra. Ekki svar sveitarfélagsins við þessari athugasemd Landverndar að ekki útséð með hvenær 4. áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorkuveri krefst sem tekur drjúgan tíma. Ákvarðanataka aðalskipulagsbreytingu stendur ekki og fellur með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eður ei. Forsendur ákvarðanatöku miðast við skipulagsvald sveitarfélaga. Farið verður að lögum við undirbúning vindorkuversins. Athugasemd E-liður hjá Landvernd: framkvæmda aðilar hafa komið inn á að líftími vindorkuvera á bilinu frá 20 til 25 ár eftir því hvað búnaður nýttur. Nauðsynlegt að ítarlegar rannsóknir fari fram á þoli vindorkuvera miðað við íslenskar aðstæður. Mjög skortir á að gera sig grein fyrir því hvernig staðið verður að niðurrif og förgun. Erfitt að greina í stefnu fyrirtækjanna hvort stefnt sé að endurnýjun á búnaði eftir að líftíma lokið. Áleitnar spurningar vakna ávinningarekstri þar sem þarf að greiða upp jafn stóra framkvæmd á svo skömmum líftíma orkumannvirkja. Svar Dalabyggðar: gert ráð fyrir að líftími vindmylla verða minnst að kosti 25 ár. Eftir það verða vindmyllurnar annaðhvort endurnýjaðar eða teknar úr notkun. Hvort sem verður reiknað með að það verk taki styttri tíma en uppbyggingarferlið. Vindmyllurnar verða teknar í sundur, undirstöðu fjarlægðar og gengi frá svæðinu ef vindmyllurnar verða ekki endurnýjaðar. Sveitarfélagið leggur auk þess ekki mat á arðsemi atvinnutækifæra í sveitarfélaginu. F-liður í umsögn Landverndar: áhrif á samfélag þarfnast endurskoðunar þar sem ekki fjallað langtíma áhrif á störf á svæðinu eða þann djúpstæða ágreining í samfélaginu gagnvart framkvæmdunum. Neikvæð upplifun íbúa ekki metin með sama hætti og aðrir þættir. Það að verkefni sem mögulega kann að hafa mjög tímabundin jákvæð áhrif og mjög afmarkaða þætti við verslun og þjónustu á svæðinu virðast teknir fram yfir mjög neikvæð langtíma áhrif á umhverfi og samfélag. Svar Dalabyggðar: erfitt að kanna upplifun íbúa ekki hægt að setja það í einn flokk. Upplifun ávallt misjöfn. Í könnun sem gerð var á viðhorfi íbúa sveitarfélagsins til vindorkuvera sem gerð var í desember og janúar síðastliðnum var svarhlutfall 75%. Niðurstaða könnunar að 30% eru fremur andvíg eða mjög andvíg vindorkuverum í sveitarfélaginu en rúm 50% hlynnt eða mjög hlynnt uppbyggingu vindorkuvera í Dalabyggð. Athugasemd G frá Landvernd: nokkuð virðist vanta upp á varðandi samráð við íbúa af hálfu sveitarfélagsins vegna skipulagsgerðar fyrir svo stór verkefni. Hætt við að framkvæmdaaðilar nýti sér fámenni lítilla sveitarfélaga og litla yfirbyggingu sveitarstjórnar sér til frádráttar. Hvorki að finna í aðalskipulagi sveitarfélagsins né í svæðisskipulagi stefnu og uppbyggingu stórtækra vindorkuvera á viðkomandi svæðum. Þegar svona stóra efnislega stefnubreytingu skipulagi að ræða, þá sé það beinlínis skylda sveitarstjórnar að taka slíka stefnubreytingu til víðtækrar umræðu í sveitarfélaginu samhliða heildarendurskoðun á aðalskipulaginu. Svar Dalabyggðar sveitarfélagið lítur ekki þannig á að vindorkugarðar krefjist heildarendurskoðunar aðalskipulags, þar sem aðalskipulagsbreyting krefst sama ferlis og nýtt aðalskipulag, samanber 36. grein skipulagslaga. Samráð hefur verið í tengslum við þessar hugmyndir, fundir með íbúum og einstökum hagsmunaaðilum. Haldnir hafa verið kynningar og íbúafundir, meðal annars áður en skipulagsvinna í tengslum við verkefnið fór af stað. H-liður:
Ljóst er að fuglalíf í nálægð við vindorkuver eiga mjög undir högg að sækja og hvað þá inn á takmörkuðum og mjög viðkvæmum búsvæðum og farleiðum íslenskra hafarnastofnsins. Áformin eru mikil ógn við hafarnastofninn og hefur einnig áhrif á fjölda annarra fuglategunda, samanber himbrima og margar aðrar tegundir. Í skýrslum Náttúrufræðistofnunar Íslands kemur fram að farleiðir hafarna eru í árekstrarhæð á framkvæmdarsvæði. Framkvæmdaraðili hefur ekki notað viðurkennda aðferðafræði við rannsóknir á umferð og farleiðum fugla. Svar Dalabyggðar: tekið er undir að við framkvæmd skuli þess gæst að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð verður nánari grein fyrir röskun og náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmda. Í-liður: ásýnd frá Sólheimum hefur áhrif á Húnaþing vestra. Ásýndar áhrif eru mikil vegna hæðar vindorkumannvirkja í landslagi og vegna sýnileika frá byggð. Alvarlegar og endurteknar athugasemdir frá landeigendum öðrum en á Hróðneyjastöðum hafa verið lagðar fram og ætti sveitarfélagið að endurskoða áætlun um framhald skipulagstillagana. Svar Dalabyggðar: áhrif á ásýnd eru metin neikvæð. Skoðanir eru skiptar innan sveitarfélagsins, samanber niðurstöður skoðanakönnunar, en ekki tekið undir að athugasemdir hafi borist frá öllum öðrum landeigendum en Hróðneyjastöðum. J-liður: hljóðmengun er þekkt vandamál við vindorkuver. Villandi upplýsingar eru settar fram. Fráleitt er að halda því fram að hljóð berist ekki lengra en 400–500 metra enda sagt að komast megi hjá ónæði með því að staðsetja vindmyllurnar í 2 kílómetra fjarlægð frá híbýlum fólks. Upp á heiðum er fólk að sækja í kyrrð og ró. Svar Dalabyggðar: í frummatsskýrslu verður fjallað hljóðmengun en hér er notast við almenna þekkta staðla en ljóst er að veður og aðrar umhverfisstæður hafa áhrif á hversu langt hljóð berst. K-liður: það ætti í öllu falli út frá skilgreiningu óbyggðra víðerna að hafna vindorkuverum á Íslandi. Umhverfisstofnun hefur ekki gefið út nýja afmörkun í samræmi við lög um náttúruvernd nr. 60/2013. Svar Dalabyggðar: óbyggð víðerni eru ekki friðlýst en fram kemur í náttúruverndarlögum að standa skuli vörð um þau. Í gildandi aðalskipulagi Dalabyggðar eru ekki skilgreind óbyggð víðerni. L-liður í athugasemdum landverndar: áformuð framkvæmdasvæði hafa fjölmörg og fjölbreytt votlendissvæði til að bera, með fjölmörgum vistgerðum svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar og rústamýrar. Jafnframt er að finna innan framkvæmdasvæðisins vistgerðir með mjög hátt verndargildi sem þarfnast sérstaklega verndar samkvæmt vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar. Óheimilt er að raska þessum votlendum nema brýna nauðsyn beri til. Vindorkuver þar sem ekki er orkuskortur er ekki brýn nauðsyn. Þó sýnt sé fram á að stefnan sé að setja niður einstaka vindorkuver utan eða í jaðri votlendis, þá þyrfti einnig að meta möguleg áhrif þess að djúpur uppmokstur inn á votlendisvæðum fyrir undirstöðum vindorkuvera leiði ekki til þess að vatn muni renna frá votlendi í grennd við djúpa grunna vindorkuvera og kunna að þurrka upp nærliggjandi votlendi. Svar Dalabyggðar við þessari athugasemd er að sveitarfélagið leggur áherslu á að við framkvæmdir verði forðast að raska votlendi eins og kostur er. Hvort sem það verður með beinum eða óbeinum hætti. Gerð verður grein fyrir staðsetningu vindmylla í deiliskipulagi, meðal annars með það að leiðarljósi að hlífa deiglendi sem mest. M-liður í athugasemd landverndar: sveitarstjórn Dalabyggðar verður að gera kröfu á framkvæmdaraðila að þeir geri strax grein fyrir því hvar þeir fyrirhuga að taka efni. Í ljósi gríðarlegar fjarlægðar og fyrirliggjandi fjölda ferða vegna steypuflutninga og annarra vöruflutninga ætti því að gera skilyrðislausa kröfu á að viðkomandi sýni fram á hvernig flutningar allir og framkvæmd verði kolefnisjöfnuð. Svar Dalabyggðar: ekki er talið að efnisflutningar jarðefnis verði umfangsmiklir, meðal annars er mögulegt að nota það efni af svæðinu sem til fellur vegna uppúrtekta í vegi og undirstöður. Til viðbótar verður notast við efnisnámur í samræmi við gildandi aðalskipulag. Ekki er fyrirhugað að skilgreina nýjar námur. Síðan er það athugasemd frá Bjarna V. Guðmundssyni. Hún er í þremur liðum. A-liður:
Vindmyllur eru ekki umhverfisvænar því þarf talsvert sótspor við að búa þær til og flytja. Undirstöður vindmylla og vegir fela í sér náttúruspjöll. Svartdalabyggðar framkvæmdir hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Framleiðsla með vindorku telst almennt vera umhverfisvæn framleiðsla rafmagns. B-liður, vindmyllur hafa talsvert áhrif á fuglalíf. Svartdalabyggðar tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð eru nánari grein fyrir röskun og náttúrufræði í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögnum umhverfismat framkvæmdanna. C-liður. Ósnortin náttúra er gífurlega verðmæt fyrir ferðaþjónustu og sálarlíf fólks. Svartdalabyggðar tekið undir að lítt snortin náttúra sé verðmæt en bent er á að umhverfisvæn orkuöflun er einnig verðmæt. Sérstaklega sé borið saman við ýmsa aðra þætti orkuöflunar til iðnaðar. Síðan er athugasemd frá landeigendum Hamra og það er a-liður. Dalabyggð getur ekki talist hlutlaus aðili í skilning EES-réttar við mat og umhverfisáhrifum. Svartdalabyggðar sveitarfélagið er ekki hlutlaus aðili en ber ávallt að hafa hagsmuni íbúa að leiðarljósi. B. Í athugasemd frá landeigendum Hamra. Sveitarfélagið hefur verulega fjárhagslega hagsmuni að gæta af fyrirhugaðri starfsemi. Og Svartdalabyggðar, ef vel spilast á verkefninu kann það að leiða til tekjuaukningar fyrir sveitarsjóð og þar með íbúa sveitarfélagsins. Síðan í C-lið ítrökun á bréfum frá 24. og 27. mars 2020. Þar kemur meðal annars fram að ekki fæst séð að brýnir almannahagsmunir réttlæti röskun á votlandi eða búsvæði fugla. Ekki verður séð þörf á þessari orku, hljóðmengun verður frá vindmyllunum og unnið er að móta langtímastefnu og því ótímabært að fara í umfangsmikla framkvæmdir. Svartdalabyggðar eftir atvikum hefur verið brugðist við athugasemdum sem bárust á fyrri stigum en sjá einnig viðbrögð við svari 1H, umsögn 1H, þar sem tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð eru nánari grein fyrir röskun og náttúrufræði í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. Þá leggur sveitarfélagið ekki mat á markaðsmöguleika afurða iðnaðarframleiðslu fremur en aðra framleiðslugreinar svo sem landbúnaðarafurða, en metur það svo að almennt sé ekki lagt af stað í stór og dýr verkefni nema sjá fyrir að geta selt afurðina. Orkustofnun fer með langtímaspá varðandi orkuþörf og mun fá skipulagstillögur til umsagnar. Í frummatsskýrslu verður fjallað hljóðmengun en hér er notast við almenna þekkta staðla en ljóst er að veður og aðrar umhverfisaðstæður hafa áhrif á hversu langt hljóð berst. Ekki er útséð með hvenær 4. áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorkuverið krefst sem tekur drjúgan tíma. Ákvörðunartaka aðalskipulagsbreytingu stendur ekki og fellur með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eða ei. Forsendur ákvörðunartökunnar miðast við skipulagsvald sveitarfélaga, farið verður að lögum við undirbúning vindorkuversins. Þá eru hér athugasemdir frá landeigendum Ljárskóga og Gleraskóga og Víghólsstöðum og Ljárkoti. Þær eru í nokkrum liðum. Fyrsti liðurinn, framkvæmd mun raska votlendi með tilheyrandi losun koltvísýrings. Raskið mun einnig hafa áhrif á vatnsbúskap til dæmis Laxárvatns og þar með laxveiði árinnar Laxár. Svartdalabyggðar, sveitarfélagið leggur áherslu á að við framkvæmdir verður forðast að raska votlendi eins og kostur er, hvort sem það verður með beinum eða óbeinum hætti. Gerð verður grein fyrir staðsetningu vindmylla í deiliskipulagi, meðal annars með það að leiðarljósi að hlífa deiglendi sem mest. Sveitarfélagið mun fylgja því eftir á deiliskipulagsstigi að röskun votlandis verði haldið í lágmarki. Verði röskun gæti sveitarfélagið hugað að mótvægis aðgerðum framkvæmdaraðila. Ekki er gert ráð fyrir að framkvæmd hafi áhrif á heildarvatnsbúskap svæðisins. Svo B-liður í athugasemd. Þar kemur fram gríðarlega mikil neikvæð áhrif verða á haferni og annað fuglalíf. Svartdalabyggðar tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er.
Gerð verður nánar grein fyrir röskun og náttúrufræði í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. C-liður. Ekki er minnst á rammaáætlun. Með því að minnast ekki á rammaáætlun má ætla að Dalabyggð taki afstöðu með þeim sem telja vindorkuver eigi ekki heima í rammaáætlun. Svar Dalabyggðar. Ekki er útséð með hvenær 4. áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorkuverið krefst sem tekur drjúgan tíma. Ákvörðun að taka aðalskipulagsbreytingu stendur ekki og fellur með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eður ei. Forsendur ákvarðanatöku miðast við skipulagsvald sveitarfélaga. Farið verður að lögum við undirbúning vindorkuversins. D-liður. Fullyrðingar að forsendur fyrir breytingunni sé að svæðið henti vel og uppfylli allar helstu kröfur sem gerðar eru til slíkra svæða er röng. Svar Dalabyggðar. Hér er ekki vísað til neinna tiltekinna atriða. Sveitarfélagið svarar athugasemdum ýmissa aðila sem vonandi varpa ljósi og hentugleika og annmarka svæðisins. E-liður. Ferðaþjónusta í héraðinu mun bíða hnekki og fjöldi fólks verður fyrir fjárhagstjóni. Í Dalabyggð er allnokkur frístundabyggð og margar af bestu laxveiðum landsins eru í héraðinu. Þar á meðal Laxá og Fáskrúð sem báðar verða fyrir beinum áhrifum af virkjuninni. Fyrirhugaðar framkvæmdir stefna ofangreind í stórhættu með tilheyrandi fjárhagstjóni fyrir landeigendur. Svar Dalabyggðar. Ekki er talið að fyrirhuguð framkvæmd hafi veruleg áhrif á ferðaþjónustu í Dalabyggð. F-liður. Engin þörf er á vindorkuframleiðslu í landinu þar sem hér er nú þegar framleidd talsvert umframorka með öðrum umhverfisvænum hætti. Einkafyrirtækin sem nú ráðgera að reisa vindorkuvirkjanir víða um land geta ekki gert það nema með svokölluðum take or pay samningi sem þýðir að þá kaupir ríkið alla orkuna sem vindmyllurnar framleiða. Á meðan standa aðrar virkjanir sem þjóðin hefur þegar fjárfest í kyrrar og nýtast engum. Þörf er á miklum og kostnaðarsömum breytingum hjá Landsneti sem er ekki með búnað til að höndla orkugjafa eins og vindorku sem kemur inn og fer út mörgum sinnum á dag. Fjárfesting í nýrri tegund orkuvera sem þessum lendir því á herðum skattborgara á endanum. Svar Dalabyggðar. Sjá svar 1C. Það er ekki í verkahring sveitarfélags Dalabyggðar að vega og meta forsendur viðskipta og orkuþarfar á landinu öllu frekar en fyrir afurðir og markaði. G-liður. Ekki er minnst á mögulegar breytingar á vatnsbúskap Laxár vegna framræsingar votlendis. Sveitarfélagið leggur áherslu á að við framkvæmdir verði forðast að raska votlend eins og kostur er. Hvort sem það verður með beinum eða óbeinum hætti, gerður grein fyrir staðsetningu vindmylla í deiliskipulagi, meðal annars með það að leiðarljósið að hlífa deiglendi sem mest. Sveitarfélagið mun fylgja því eftir á deiliskipulagstigi að röskun votlendis verði haldið í lágmarki. Verður röskun gæti sveitarfélagið hugað að mótvægisaðgerðum, ekki gert ráð fyrir að framkvæmd hafi áhrif á heildarvatnsbúskap svæðisins. H-liður. Breytingin stríðir gegn landsskipulagsstefnu. Svar Dalabyggðar. Í kafla 2.1 er fjallað hvernig aðalskipulagsbreytingin samræmist landsskipulagsstefnu en ávallt verða einhver áhrif á stóru framkvæmd sem þessari og umhverfi og samfélag, bæði jákvæð og neikvæð. I-liður athugasemda. Breytingin er ekki samræmið við svæðisskipulagsstefnu. Í kafla 2.1 er fjallað hvernig aðalskipulagsbreytingin samræmist svæðisskipulagsstefnu en ávallt verða bæði jákvæð og neikvæð áhrif af framkvæmd sem þessari. Á fundi svæðisskipulagsnefndar Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar þann 23. mars síðastliðinn var bókað að nefndin gerði ekki athugasemdir við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar þar sem hún samræmist stefnu svæðisskipulags um eflingu atvinnulífs sem byggir meðal annars á nýtingu auðlinda og auknu raforkuöryggi. J-liður athugasemdar. Sagt er að framkvæmdin styrki byggð og mögulega verði hægt að nota orkuna í heimabyggð sem efli atvinnulífi enn frekar. Með þessu er verið að gefa í skyn að atvinnulífi í Dalabyggð geti ekki vaxið í dag vegna orkuskorts. Við gerum athugasemd við þetta þar sem ekkert bendir til að orkuskortur standi atvinnulífi Dalabyggðar fyrir þrifum í dag. Svar Dalabyggðar við þessar athugasemd fyrirtæki sem þurfa mikla orku staðsetja sig ekki á svæðum þar sem orka er takmörkuð eða ótrygg. Aðdráttaraflið er orkan og kemur eðlilega undan atvinnutækifærunum. Og síðast athugasemdin frá
K-liður. Athugasemd gerð við að einungis jákvæð áhrif á samfélag séu skráð undir samfélagi í kafla 4.2. Jákvæðu punktarnir eru órökstuddir. Svar Dalabyggðar. Í könnun sem gerð var á viðhorfi íbúa sveitarfélagsins til vindorkuvera sem gerð var í desember og janúar síðastliðnum var svarhlutfall 75%. Niðurstaða könnunar að 30% eru fremur andvíg eða mjög andvíg vindorkuverum í sveitarfélaginu en rúm 50% eru hlynnt eða mjög hlynnt uppbyggingu vindorkuvera í Dalabyggð. Síðan eru hér athugasemdir frá Valdísi Einarsdóttur. A-liður. Skortur á heimildaskráningu og því ekki hægt að sannreyna hvort rétt sé með staðreyndir farið. Svar Dalabyggðar. Tekið undir að bæta megi heimildatilvísanir en nánari grein verður gerð fyrir framkvæmdinni í frummatsskýrslu og deiliskipulagi. B-liður. Eingöngu notast við vistgerðarkort NÍ við mat á vistgerðum. Ekki kemur fram hver túlkar kortin. Ekki óþekkt að votlendi sé vanmetið í vistgerðarkortum NÍ. Svar Dalabyggðar. Ekki túlkun á kortunum að ræða heldur sett fram þau gögn sem þar koma fram. Vistgerðarkort NÍ eru unnin í mælikvarðanum 1/25.000 og henta því vel til að fá yfirsýn yfir vistgerðir á aðalskipulagsstigi. C-liður. Hvergi minnst á haförn í skýrslunni. Votlendi og ósnert heiðalönd eru mikilvæg búsvæði margra fugla. Nálægðin við búsvæði himbrima, álfta, hafarna og annarra fugla ætti eitt og sér að duga til að falla frá öllum vindorkuáformum á þessu svæði. Svar Dalabyggðar. Tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verða á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð verður nánar grein fyrir röskun og náttúrufræði í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmda. D-liður. Það ekki traustvekjandi að leggja fram tillögur að breytingum aðalskipulagi þar sem ekki búið að ganga formlega frá merkjum jarða og mögulega hluti svæðisins tilheyrir annarri jörð. Jarðamörk Svar Dalabyggðar það. Jarðamörk eru ekki viðfangsefni aðalskipulags en gert ráð fyrir að allt iðnaðarsvæði verði innan óvéfengdra marka sólheima. E-liður. Eingöngu talað lengd vega en ekki landstærð sem fer undir vegi. Svar Dalabyggðar. Nánar verður fjallað vegi og landför þeirra í deiliskipulagi. F-liður. Sjónmengunarsvæði af þessum vindmyllugörðum verulegt samkvæmt kortum í veðugum, þá virðir hún ekki mörk jarða eða sveitarfélaga. Svar Dalabyggðar. Tekið undir að ávallt eru sjónræn áhrif af framkvæmdum og misjafnt hvar áhrifa þeirra gætir. G-liður. Orðalag mjög teygjanlegt þar sem rætt áhrif framkvæmdar á minjar, náttúru dýraleif, nokkur dæmi það eru gert ráð fyrir, stuðla verði að, reynt verður og svo framvegis. Svar Dalabyggðar. Aðalskipulag stefna sveitarfélagsins og því eðlilegt að slíkt orðalag sé notað. Síðan eru að lokum athugasemdir frá Heiðar og Sigrúnu ábúendum bæ í Hrútafirði. Þar A-liður. Misræmi milli teiknaðra landamerkja Sólheima bæjar annars vegar og hins vegar landamerkjabriss bæjar síðan 1889. Svar Dalabyggðar. Í kafla 1.3 kemur fram að ekki liggi fyrir staðfest hnituðu landamerki Sólheima. Jarðamörk ekki viðfangsefni aðalskipulags. Gert ráð fyrir allt iðnaðarsvæði verði innan óvéfengdra marka Sólheima. B-liður. Nauðsynlegt að raða vindmyllum eftir endilöngum landamerkjum milli Sólheima og bæjar. Svar. Við staðsetningu iðnaðarsvæðanna stuðst við forathuganir og fyrirliggjandi gögn sem benda til þess að viðkomandi svæði sé hentugt með tilliti til náttúrufars á svæðinu. Ef niðurstöður rannsókna sem unnar verða í tengslum við mat og umhverfisáhrifum framkvæmda benda til þess að önnur svæði innan jarðarinnar henti betur og að hnika þurfi iðnaðarsvæðum til með það að markmiði að draga sem kostur úr umhverfisáhrifum verða staðsetningar innan jarðar endurskoðunar. Ef til þess kemur verður farið öllu eftir viðandi ákvæðum í skipulagslögum nr. 123/2000 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013. C-liður. Hversu háar verða vindmyllurnar? Svar Dalabyggðar. Ekki liggur endanlega fyrir hvaða gerð vindmylla verða reistar á svæðinu og því
og því hæð ekki vituð. Í aðalskipulagsbreytingunni hámarkshæð skilgreind þar sem hæð vindmylla verður allt að 120 metrar í miðju hverfils og spaðar munu ná í allt að 200 metra hæð. D. Hefur hljóðmengun verið rannsögnuð? Svar Dalabyggðar: Við mat á umhverfisáhrifum verður fjallað hljóðmengun en hér notast við almenna þekkta staðla en ljóst að veður og aðrar umhverfisaðstæður hafa áhrif á hversu langt hljóð berst. E-liður: rafsegulmengun til staðar? Svar Dalabyggðar: Samkvæmt tillögu að matsáætlun kann starfsemi vindmylla að hafa áhrif á útsendingar og aðra starfsemi fjarskiptaþjónustu vegna truflana á rafsegulsviði. Ekki liggur fyrir hvort farið verði í nánari greiningu á því. F. Verður girt utan vindmyllunar? Svar Dalabyggðar: Ekki talin nein ástæða til að gera það í kringum vindmyllunar. G. Hafa verið gerðar áhættu áætlanir vegna leka, foktjóns, eldsvoða, til dæmis sinubruna. G-liður: Svar Dalabyggðar: Sveitarfélagið hefur ekki upplýsingar slíkar áhættugreiningar. H. Fyrirtæki tryggt fyrir hugsanlegu skaða sem vindmyllunar kunna að valda nágrönnum sínum? Svar Dalabyggðar: Sveitarfélagið getur ekki svarað fyrir tryggingar einstakra fyrirtæki. I. Ekkert samráð hefur verið við þau ábúendur í bæ á vinnslustigi. Svar Dalabyggðar: Samráð hefur verið í tengslum við þessar hugmyndir og opnum íbúafundum. Einnig hefur Húnaþing vestra óskað eftir opnum íbúafundi. Haldnir hafa verið kynning á íbúafundir, meðal annars áður en skipulagsvinna í tengslu við verkefnið fór af stað. J-liður: Hugmyndir af frístundabyggð verða að engu. Að frístundabyggð ferða í bæ. Svar Dalabyggðar: Ekki verður séð að skipulagsbreytingin rýri verðmæti aðliggjandi jarða. K-liður: Talið að hljóðmengun og rafsegulmengun og búfé sé vanmetin. Svar Dalabyggðar: Nánari umfjöllun mengunaráhrif í mat og umhverfisáhrifum. L-liður: Skýrsla fuglalíf ekki tæmandi, Arnarhreiður í Bakkadal. Svar Dalabyggðar: Tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur Gerð verður nánar grein fyrir röskun og náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Sveitarfélagið mun fylgja því eftir deiliskipulagsstigi að röskun votlendis verði haldið í lágmarki. Verði röskun gætt, gæti sveitarfélagið hugað mótvægisaðgerðum framkvæmdaraðila. Og lokum síðasta athugasemd varðandi þetta mál. Neikvæð áhrif á hugsanlega sölu jarðarinnar í framtíð og veðhæfni. Og Svar Dalabyggðar: Ekki verður séð að skipulagsbreytingin rýri verðmæti aðliggjandi jarða. Nú hef ég farið yfir allar umsagnir og athugasemdir varðandi vindorkuver í Sólheimum. Og ég spyr sveitarstjórn hvort að einhver sem vill ræða þessar Svar Dalabyggðar við þessum umsögnum og athugasemdum. Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, góðir fundarmenn, það kannski eitt sem ég vil bara hafa komið frá mér. Það varðandi við erum að staðfesta hér eða ræða aðalskipulag. Ég vil að eigendur Sólheima viti það bara að þó að ég samþykki þetta aðalskipulag þá áskiljum við þann rétt að hafa aðra skoðun síðar þegar deiliskipulag verður lagt fyrir. Þegar þið fara að skipuleggja svæðið. Kannski hef ég einhver aðra skoðun þá og kemur meira fram sem að ég get tekið aftur til. Þannig að það sé bara á hreinu að ég áskil mér rétt til að hafa aðra skoðun þá ef að til þess kemur. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Áður en ég lesir upp drög að bókun, þá vil ég bera undir atkvæði svörin við þessum umsögnum og athugasemdum frá Dalabyggð, þeir sem eru samþykkir því að þetta séu svör Dalabyggðar gefimerki. Það samþykkt samhljóða. Þá hér varðandi bókun við þetta mál. Hún drög að bókun, hún svo hljóðandi. Umsagnir bárust frá lögböðnum umsagnaraðilum og hagsmunaaðilum. Þess má geta að leitað var umsagnar hjá Náttúrufræðistofnun Íslands en stofnunin ákvað að senda ekki inn umsögn. Umsagnir athugasemdir bárust frá eftirtöldum aðilum og stofnunum.
Umhverfisstofnun, Orkustofnun, Landsneti, Minjastofnun Íslands, Samgöngustofu, Vegagerðinni, Landgræðslunni, Landvernd, Veðurstofu Íslands, Húnaþingi vestra, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Hagsmunum.is, Bjarna V. Guðmundssyni, Valdísi Einarsdóttur, ábúendum í bæ í Húnaþingi vestra, Helga E. Jónssyni fyrir hönd eiganda jarðarinnar Hamra. Í umsögn frá svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar dagsett 23. mars 2021 eru ekki gerðar athugasemdir við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar vegna vindorkuvers í landi Sólheima, með þeim rökum að hún samræmi stefnu svæðisskipulagsins eflingu atvinnulífs sem byggir meðal annars á nýtingu auðlinda og auknu raforkuöryggi. Athugasemdirnar kölluðu ekki á efnislega breytingar á aðalskipulaginu að mati sveitarstjórnar, heldur voru þættir eins og mælikvarði og innsláttarvillur lagfærðar. Sveitarstjórn telur að uppdráttur og greinargerð hafi því verið uppfært til samræmis við athugasemdir og ábendingar umsagnaraðila. Ítarleg svör sveitarfélagsins eru í fylgiskjali með fundargerð. Þar sem ekki liggur fyrir verndar- og orkunýtingaráætlun fyrir fyrirhugaða iðnaðarsvæði Sólheimum og óvíst framtíðarskipan mála varðandi stöðu vindorku með tilliti til slíkrar áætlunar, verða fyrirhuguð iðnaðarsvæði skilgreind sem iðnaðarsvæði í aðalskipulagi Dalabyggðar í samræmi við F-lið greinar 6.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna að breytingu á aðalskipulagi ásamt tillögu skipulagsnefndar að svörum við athugasemdum og að breytingin verði send Skipulagsstofnun til staðfestingar fyrir gildistöku með auglýsingu í B til stjórnartíðinda samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverju sem vilja ræða þessa bókun sérstaklega? Ég vil alltaf bæta hérna við þetta og ég tek undir hérna með það sem Skúli sagði áðan að ég mun samþykkja þessa breytingu á aðalskipulagi en ég áskil mér þann rétt að ég geti haft aðra skoðun á síðari stigum skipulagsferlisins. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefum merki. Hún er samþykkt samhliða. Og af því leiðir þá hér önnur bókun að sveitarstjórn samþykkir jafnframt að leysa umrætt svæði úr landbúnaðarnotkun samkvæmt 6. grein jarðalaga nr. 81/2004. Einhverju sem vilja ræða þá bókun? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir þeirri bókun gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 6, það er hróðnýjastað breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Og ég mun byrja á því að fara yfir allar umsagnir og athugasemdir við þeim, líkt og ég gerði hérna áðan varðandi Sólheimana. Og það er að finna hérna skipulagið á pappírnum hjá mér. Ég ætla að ná mér í vatn líka þannig að ég byrja að lesa. Þá er það fyrst, það er umsögn frá Landsneti. Það er A-liður fyrirhugað iðnaðarsvæði liggur að hluta til undir Glerárskógalínu 1 og er sýnd og uppdrætti en í fjölluninni er manna eða helgunarsvæði hennar í greinargerð. Svar Dalabyggðar, aðalskipulagsbreytingin hefur ekki áhrif á fyrirliggjandi stofnkerfi rafveitu ef verður af vindorkugarði á bæði Hróðnýjastöðum og Sólheimum kallar það á öflugra flutningskerfi. Aðalskipulagið markar stefnu sveitarfélagsins en ekki eru settar fram nákvæmar útfærslur einstaka þætti. Í deiliskipulagi verður afmarkað helgunarsvæði línunar og fjallað verður hana í greinargerð. B. Í umhverfismati áætlunar eru metin áhrif uppbyggingar vindorkuvers á aðra landnotkun en aðeins er litið til landbúnaðar. Æskilegt er að einnig verði metin áhrif áætlunar á háspennulínuna og helgunarsvæði í ljósi þess að framkvæmdin gæti haft áhrif á raforkuflutning og rekstur lína á svæðinu. Svar Dalabyggðar umfjöllun áhrif á háspennulínur og helgunarsvæði þeirra verður á deiliskipulagsstigi. Vísað er til framkvæmdar aðila varðandi samráð við Landsnet. C-liður, áhersla er lögð á að greining á mögulegum tengingum við flutningskerfið og útfærslum þar á fari fram í samráði við fyrirtækið.
Svartdalabyggðar á deiliskipulagsstigi verður haft samráð við Landsnet mögulegar tengingar og flutning raforkunnar. Vísað til framkvæmdaraðila varðandi samráð við Landsnet. D-liður. Kanna þarf hvort hugsanlegar jarðstrengslagnir frá vindorkuverinu að tengipunkti við flutningskerfið hafi áhrif á afhendingargæði raforku. Svartdalabyggðar vísað til framkvæmdaraðila varðandi samráð við Landsnet en öllu jöfnu ekki fjallað málefnið á aðalskipulagsstigi. E-liður. Óskað verður eftir niðurstöðum kerfisgreininga og áhrifum fyrirhugaðs vindorkuvers og rekstur flutningskerfisins og einnig óskað eftir frekari gögnum og greiningum frá framkvæmdaraðila. Svartdalabyggðar vísað til framkvæmdaraðila varðandi samráð við Landsnet en að öllu jöfnu ekki fjallað málið á aðalskipulagsstigi. Svo umsögn Veðurstofunnar. Kafli veðurfar snýr eingöngu að vindi en ekki fjallað vindhraða, hvassviðrisáttir, hitafar og úrkomu. Og B-liður. Í töflu 3 og 4 væri rétt undir liðnum heilsu og öryggi að taka með ljósflökt og hættu á því. Svartdalabyggðar við þessari umsögn að aðalskipulagið markar stefnu sveitarfélagsins en ekki eru settar fram nákvæmar útfærslur einstaka þætti svo sem veðurfar. Nánar fjallað málefnið í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. Og varðandi heilsu og öryggi þá verður það tekið til frekari skoðunar í umhverfisskýrslu og deiliskipulagsstigi. Umsögn 3 frá Minjastofnun. Fram kemur að minjar teljast í lítilli hættu. Líklega verður hægt að sneiða hjá fornleifum í flestum ef ekki öllum tilfellum. Þar sem það ekki hægt þarf mótvægis aðgerða við þegar svæðið hefur verið skipulagt nánar. Svartdalabyggðar umsögn gefur ekki tilefni til viðbragða á þessu stigi málsins. Umsögn Landgræðslunnar. Landgræðslan bendir á að við framkvæmdir verði leitast við að lágmarka rask á jarðvegi og gróðri. Einnig að gróðurtorfur sem falla til verði lagðar til hliðar og þær nýttar til frágangs eftir rask. Jafnframt að leitast verði við að valda sem minnstu raski á votlendi. Þá hvetur Landgræðslan framkvæmdaraðila til þess að græða upp land til mótvægis við það land sem fer undir mannvirki og helst bæta betur. Þessu umsögn Landgræðslunnar gefur ekki tilefni til viðbragða Dalabyggðar á þessu stigi málsins. Og svo umsögn frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu að það bendir á að afla þarf leyfis ráðherra til að taka land úr landbúnaðarnotkun. Og Svartdalabyggðar umsögnin gefur ekki tilefni til viðbragða. Sveitarfélagið vekur athygli á að landið mun áfram nýtast til beitar líkt og í dag en sótt verður leyfi til ráðherra til að breyta landnotkunarflokki. Svo það umsögn númer 6, það frá Samgöngustofu. Samgöngustofa gerir ekki athugasemdir en bendir á lög og reglugerðir varðandi öryggi, meðal annars komið á framfæri að ákvörðun Samgöngustofu merkingu og lýsingu hindrana sem tóku gildi 15. september 2019 og gæta skal fyllstu varúðar og uppfylla lög hindranir og flugumferð. Og þessi umsögn Samgöngustofu gefur ekki tilefni til viðbragða en Dalabyggð tekur undir að allra öryggisráðstafana skuli gætt við framkvæmd og rekstur. Þá það umsögn frá Umhverfisstofnun og það aðliður staðarval fyrir umrædda starfsemi í tillögunni skal einnig ráðast af því að sem minnst röskun verði á gróðri, votlind og búsvæðum fugla og tekið sér tillit til verndargildi þessara þátta. Svartdalabyggðar tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð eru nánar grein fyrir röskun og náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Sveitarfélagið mun fylgja því eftir á deiliskipulagsstigi að röskun votlendis verði haldið í lágmarki. Verði röskun gæti sveitarfélagið hugað að mótvægis aðgerðum framkvæmdar aðila. B-liður bentir á mikilvægi þess að komi fram í tillögunni áætlað efnistökumagn við framkvæmdir og hvort fyrirhugað sé að nýta þær námur sem fyrir eru eða opna nýjar námur. Á þessu stigi ekki unnt að áætla efnismagn. Ekki gert ráð fyrir nýjum námum umfram þess sem fyrir eru skipulagi en stefnt að því að nýta sem mest efni sem til fellur meðal annars vegna uppúrtekta fyrir undirstöður. C-liður við gerð aðalskipulags skal gera tillögu að skrá á stafrænum kortagrunnum vegi aðra en þjóðvegi í náttúru Íslands þar sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil.
Slík vegaskrá er jafnframt háð samþykki Umhverfisstofnunar þegar svæði liggja innan friðlýstra svæða. Svartalabeðar. Skrá vegi náttúru Íslands verður unnin í tengslum við heildarendurskoðun aðalskipulags í samræmi við reglugerð nr. 260/2018. Ekki krafa að þær leiðir séu sýndar í uppdrætti aðalskipulags. Bent á að himbrimi ábyrgðartegund Íslands. Umhverfisstofnun telur að framkvæmdin geti haft neikvæð áhrif á búsvæði álftar og himbrima. Svartalabeðar. Gerð verður grein fyrir rannsóknum í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. E-liður. Sýnt skal fram á að brýnir almannahagsmunir réttlæti röskun á votlendi en stofnunin telur að tillagan geti haft neikvæð umhverfisáhrif í för með sér. Svartalabeðar. Ekki gert ráð fyrir verulegri röskun votlendis en gerð verður grein fyrir þeim þáttum í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. F-liður. Vindmyllur geta verið ráðandi þáttur í landslagi vegna stærðar og hreyfingar spaða. Gera þarf gleggri grein fyrir stærð og umfangi samanber Hallgrímskirkjuturn. Fram kemur í greinargerð áætluð hæð vindmylla og uppsett afl á framkvæmdasvæðinu. Gerð verður grein fyrir sjónrænum áhrifum í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. Áhrif af framkvæmdum eru alltaf matskennd. G-liður. Huga þarf sérstaklega að því hvort landnýting á áhrifasvæðum vindmylla er viðkvæm fyrir því hljóði sem berast munu frá starfseminni, þá getur sérstaklega þurft að huga að lágtíðni hljóðum. Gerð verður grein fyrir rannsóknum í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. H-liður. Bent er á mikilvægi þess að það komi fram hver áhrif tillögunnar eru á óbyggð víðerni samanber ákvæðum náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Svartalabeðar. Óbyggð víðerni hafa ekki verið afmörkuð landfræðilega en samkvæmt skilgreindu náttúruverndarlaga má ætla að núverandi staðsetning sé ekki innan víðerna en vindmyllur kunna að vera innan skilgreinda 5 km marka frá víðerni. Í gildandi aðalskipulagi eru ekki skilgreind óbyggð víðerni. I-liður. Bent er á mikilvægi þess að fjallað sé líftíma orkuversins í tillögunni. Ef gert er ráð fyrir niðurrifi orkuversins bendir stofnunin á mikilvægi þess að fjallað verði hvernig niðurrifi verði háttað og umhverfisáhrifum þess. Svartalabeðar. Gert er ráð fyrir að líftími vindmyllanna verði að minnsta kosti 25 ár. Eftir það verða vindmyllurnar annaðhvort endurnýjaðar teknar úr notkun. Hvort sem verður er reiknað með að það verk taki styttri tíma en uppbyggingarferlið. Vindmyllurnar verða teknar í sundur, undirstöðu fjarlægðar og gengið frá svæðinu. J-liður. Fjalla skal meðhöndlun úrgangs. Svartalabeðar. Gerð verður grein fyrir fráveitu og mögulegri mengandi starfsemi á deiliskipulagsstigi. Svo er umsögn Orkustofnunar. Hún bendir á að vegna réttaróvissu stjórnsýslu vindorkunnar hefur það verið matsatriði framkvæmdaraðila vindorkuvera hvort þeir ákveða að senda en umsókn í 4. áfanga rammaáætlunar. Umrætt vindorkuver hefur ekki sent en umsókn, hefur stofnunin því ekkert í höndu sér varðar vindorkugarðinn og gerir því ekki athugasemdir að svo stöddu. Þessu umsókn gefur ekki tilefni til viðbragða af hálfu sveitarfélagsins. Síðan er umsókn Vegagerðarinnar að ekki gerð athugasemd við breyting á aðalskipulagi en gerð athugasemd að ekki sé fjallað flutning á íhlutum. Svartalabeðar. Almennt er gert ráð fyrir góðu ástandi þjóðvegakerfisins. Íhlutirnir verða fluttir á næstu hentugu höfn, þaðan sem þeir verða fluttir eftir hentugustu leið og áfangastað. Reiknað er með að flutningar verði að sumarlagi. Tekið er undir að sé þörf á sérstökum aðgerðum varðandi vegabætur að framkvæmdasvæðum. Gert er ráð fyrir að framkvæmdaaðili verði í samráði við Vegagerðina varðandi flutning. Síðan er umsögn 10, það er frá svæðisskipulanefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Það ekki eru gerðar athugasemdir við tillögu að breytingu aðalskipulagi Dalabyggðar þar sem hún samræmist stefnu í svæðisskipulag sem eflingu atvinnulífs sem byggir meðal annars á nýtingu auðlinda og auknu raforkuöryggi. Þessi umsögn gefur ekki tilefni til viðbragða. Síðan eru það athugasemdir. Ég langar að biðja einhvern í húsinu að kveikja ljós. Já, það væri möguleiki. Takk. Þá eru þeir athugasemdir frá Landvernd.
Ekki séð að áform 2 vindorkuver haldist í hendur við framtíðarmöguleika og tækifæri Dalabyggðar. Svar Dalabyggðar: Dalabyggð býr við mörgum framtíðarmöguleikum og nýting vindorku til raforkuframleiðslu einn þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að í Dalabyggð eru hentug svæði til að reisa vindorkuver og mun sveitarstjórn skoða alla möguleika og efla byggð og nýta þær auðlindir sem eru til staðar sveitarfélaginu til heilla. B. Áhrif vegna þessara gríðarmiklu áforma munu gæta með margvíslegum ófyrirséðum hætti. Að hve miklu leyti hefur sveitarfélagið yfirsýn eða haft tök á að meta samanlögð heildaráhrif. Svar Dalabyggðar: Sveitarfélagið hefur ráðgjafa í þessum umfangsmiklu verkefnum. Samlegðar áhrif eru metin samanber töflu 4 í greinargerð. Ekki tryggt að allar hugmyndir sem koma fram í aðalskipulagi komi til framkvæmda. C-liður: Eins og staðan í dag þá eru mjög litlar líkur á aukinni orkuþörf á Íslandi á komandi árum. Hver það sem á að kaupa þá orku sem vindorkuverin framleiða? Svar Dalabyggðar: Sveitarfélagið leggur ekki mat á markaðsmöguleika afurða, iðnaðarframleiðslu fremur en aðrar framleiðslugreinar svo sem landbúnaðarafurða. En metur það svo að almennt sé ekki lagt af stað í stór og dýr verkefni nema sjá fyrir að geta selt afurðina. Orkustofnun fer með langtímaspá varðandi orkuþörf og mun fá skipulagstillöguna til umsagnar. Bent á að bíða með framkvæmdirnar þar til fjallað hefur verið þær í rammaáætlun. Ótímabært að hefja undirbúning með skipulagsbreytingum. Ekki raforkuskortur í landinu og því ekki aðkallandi að framleiða meiri raforku. Ef ekki verður farið að lögum nr. 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun við undirbúning að vindorkuverum áskilja samtökin sér eftir atvikum rétt til að leita dómstóla lögmæti þess. Svar Dalabyggðar: Ekki útséð með hvenær 4. áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorkuveri krefst sem tekur drjúgan tíma. Ákvörðunartaka aðalskipulagsbreytingu stendur ekki og fellur með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eður ei. Forsendur ákvörðunartöku miðast við skipulagsvald sveitarfélaga. Farið verður að lögum við undirbúning vindorkuversins. E-liður: Framkvæmdar aðilar hafa komið inn á að líftími vindorkuvera á bilinu frá 20 til 25 ár eftir því hvaða búnaður nýttur. Nauðsynlegt að ítarlegar rannsóknir fari fram á þoli vindorkuvera miðað við íslenskar aðstæður. Mjög skortir á að gera sér grein fyrir hvernig staðið verði að niðurrif og förgun. Erfitt að greina í stefnu fyrirtækjanna hvort stefnt sé að endurnýjun á búnaði eftir að líftíma lokið. Áleitnar spurningar vakna ávinning af rekstri þar sem greiða þarf upp jafn stóra framkvæmd á svo skömmum líftíma orkumannvirkja. Svar Dalabyggðar: Gert ráð fyrir að líftími vindmylla verða að minnsta kosti 25 ár. Eftir það verða vindmyllur annaðhvort endurnýjaðar eða teknar úr notkun. Hvort sem verður reiknað með að það verk taki styttri tíma en uppbyggingarferlið. Vindmyllurnar verða teknar í sundur, undirstöðu fjarlægðar og gengi frá svæðinu. Sveitarfélagið leggur ekki mat á arðsemi atvinnutækifæra í sveitarfélaginu. F-liður: Áhrif á samfélag þarfnast endurskoðunar þar sem ekki fjallað langtíma áhrif á störf á svæðinu eða þann djúpstæða ágreining í samfélaginu gagnvart framkvæmdum. Neikvæð upplifun íbúa ekki metin með sama hætti og aðrir þættir. Það að verkefni sem mögulega kann að hafa mjög tímabundin jákvæð áhrif og mjög afmarkaða þætti við verslun og þjónustu á svæðinu virðast teknir fram yfir mjög neikvæð langtíma áhrif á umhverfi og samfélag. Svar Dalabyggðar: Erfitt að meta upplifun íbúa og ekki hægt að setja það í einn flokk. Upplifun ávallt misjöfn sem gerð var á viðhorfi íbúa sveitarfélagsins til vindorkuvera í desember og janúar síðastliðnum var svarhlutfall 75%. Niðurstaða könnunar að 30% eru fremur andvíg eða mjög andvíg vindorkuverinu í sveitarfélaginu en rúm 50% eru hlynnt eða mjög hlynnt uppbyggingu vindorkuvera í Dalabyggð. G. Nokkuð virðist vantað upp á varðandi samráð við íbúa að hálfu sveitarfélagsins vegna skipulagsgerðar fyrir svo stór verkefni. Hættir við að framkvæmdar aðilar nýti sér fámenni lítilla sveitarfélaga og litla yfirbyggingu sveitarstjórna sér til framdráttar. Hvorki að finna í aðalskipulagi sveitarfélagsins né svæðisskipulagi stefnu og uppbyggingu stórtækra vindorkuvera á viðkomandi svæðum. Þegar svona stóra efnislega stefnubreytingu skipulagi að ræða þá sem sé það beinlínis skylda sveitarstjórnar að taka slíka stefnubreytingu til víðtækra umræðu í sveitarfélaginu samhliða heildarendurskoðun og aðalskipulagi. Svar Dalabyggðar:
Sveitarfélagið lítur ekki þannig á að vindorkugarðar krefjist heildarendurskoðunar aðalskipulags þar sem aðalskipulagsbreyting krefst sama ferlis og nýtt aðalskipulag samanber 36. grein skipulagslaga. Samráð hefur verið í tengslum við þessar hugmyndir, fundir með íbúum og einstökum hagsmunaaðilum. Haldnir hafa verið kynning og íbúafundir, meðal annars áður en skipulagsvinna í tengslum við verkefnið fór af stað. Háliður. Ljóst er að fuglalíf í nálægð við vindorkuver eiga mjög undir högg að sækja og hvað þá inn á takmörkuðum og mjög viðkvæmum búsvæðum og farleiðum íslenskra haförnastofnunar. Áformin eru mikil ógn við haförnastofnun og hefur einnig áhrif á fjölda annarra fuglategunda samanber himbrima og margar aðrar tegundir. Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands kemur fram að farleiðir haförna eru í árekstrarhæð á framkvæmdarsvæði. Svartdalabyggðar tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð verður nánar grein fyrir röskun og náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. Hljóðmengun er þekkt vandamál við vindorkuver. Villandi upplýsingar eru settar fram, fráleitt er að halda því fram að hljóð berist ekki lengra en 400–500 metra, enda sagt að komast með hjá ónæði með því að staðsetja vindmyllur í 2 km fjarlægð frá híbýlum fólks. Upp á heiðum er fólk að sækja í kyrrð og ró. Svartdalabyggðar. Í frummatsskýrslu verður fjallað hljóðmengun en hér er notast við almenna þekkta staðla en ljóst er að veður og aðrar umhverfisaðstæður hafa áhrif á hversu langt hljóð berst. Jóðliður. Það ætti öllu falli út frá skilgreiningu óbyggðra víðerna hafnað vindorkuverum á Íslandi. Umhverfisstofnun hefur ekki gefið út nýja afmörkun í samræmi við lög náttúruvernd nr. 60/2013. Svartdalabyggðar. Óbyggð víðerni eru ekki friðlýst en fram kemur í náttúruverndarlögum að standa skuli vörð þau. Í gildandi aðalskipulagi er ekki skilgreind óbyggð víðerni. Áformuð framkvæmdastæði hafa fjölmörg og fjölbreytt votlendissvæði að bera með fjölbreyttum vistgerðum svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar og rústamýrar. Jafnframt er að finna innan framkvæmdastæðisins vistgerðir með mjög hátt verndargildi sem þarfnast sérstakrar verndar samkvæmt vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar. Óheimilt er að raska þessum votlendum nema brýna nauðsyn beri til. Vindorkuver þar sem ekki er orkuskortur er ekki brýn nauðsyn, þó sýnt sig fram á að stefnan sé að setja niður einstaka vindorkuturna utan eða í jaðri votlendis, þá þyrfti einnig að meta möguleg áhrif þess að djúpur uppmokstur inn á votlendissvæðum fyrir undirstöðum vindorkuvera leiði ekki til þess að vatn muni renna frá votlendi í grenndu djúpa grunna vindorkuvera og kunna þurrka upp nærliggjandi votlendi. Svartdalabyggðar. Sveitarfélagið leggur áherslu á að við framkvæmdir verði forðast að raska votlendi eins og kostur er. Hvort sem það verður með beinum eða óbeinum hætti. Gerð verður grein fyrir staðsetningu vindmylla í deiliskipulagi, meðal annars með það að leiðarljósi að hlífa deiglendi sem mest. Og elliður. Sveitarstjórn Dalabyggðar verður að gera kröfu á framkvæmdaraðila að þeir geri strax grein fyrir því hvar þeir fyrirhugi að taka efni. Í ljósi gríðarlegra fjarlægðar og fyrirliggjandi fjölda ferða verður steypuflutninga og annarra vöruflutninga ætti því að gera skilyrðislegu kröfu á að viðkomandi sýni fram á hvernig flutningar allir og framkvæmd verði kolefnisjöfnuð. Svartdalabyggðar. Ekki talið að efnisflutningar jarðefnis verði umfangsmiklir, meðal annars er mögulegt að nota það efni á svæðinu sem til fellur vegna uppúrtekta í vegi og undirstöður. Til viðbótar verður notast við efnisnámur í samræmi við gildandi aðalskipulag, ekki er fyrirhugað að skilgreina nýjar námur. Þá er það athugasemd frá Bjarna V. Guðmundssyni. Vindmyllur eru ekki umhverfisvænar því það þarf talsvert sótspár við að búa þær til og flytja, undirstöðu vindmylla og vegir fela í sér náttúruspjöll. Svartdalabyggðar. Framkvæmdir hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Framleiðsla með vindorku telst almennt vera umhverfisvæn framleiðsla rafmagns. Svo er það athugasemd að vindmyllur hafi talsverð áhrif á fuglalíf. Og Dalabyggð tekur undir að við framkvæmdir skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð verður nánar grein fyrir röskun og náttúrufræði frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. C-liður í athugasemdinni. Ósnortin náttúra er gífurlega verðmæt fyrir ferðaþjónustu og sálarlíf fólks.
Dalabyggð tekur undir að lítt snortin náttúra sé verðmæt en bent á að umhverfisvæn orkuöflun er einnig verðmæt, sérstaklega sé borið saman við ýmsa aðra þætti orkuöflunar til iðnaðar. Síðan athugasemd frá landeigendum Hamra og þar fyrst Dalabyggð getur ekki talist hlutlaus aðili í skilningi EES-réttar við mat og umhverfisáhrifum. Svar sveitarfélagsins er að það er ekki hlutlaus aðili en ber ávallt að hafa hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Svo athugasemd að sveitarfélagið hafi verulega fjárhagslega hagsmuna að gæta vegna fyrirhugaðrar starfsemi. Svar Dalabyggðar er að ef vel spilast úr verkefninu kann það að leiða til tekjuaukningar fyrir sveitarsjóð og þar með íbúa sveitarfélagsins. Og svo það C-liður. Ítrekun á bréfum 24. og 27. mars 2020 þar sem að koma fram það sem kemur meðal annars fram að ekki fæst séð að brýnir almannahagsmunir, réttlæti, röskun á votlendi eða búsvæði fugla. Ekki verður séð að þörf sé á þessar orku, hljóðmengun verður frá milljónum, unnið er að móta langtímastefnu og því ótímabært að fara í umfangsmiklar framkvæmdir. Svar Dalabyggðar er að eftir atvikum hefur verið brugðist við athugasemdum sem bárust á fyrri stigum og tekið undir að framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerð nánar grein fyrir röskunum á náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. Þá leggur sveitarfélagið ekki mat á markaðsmöguleika afurða iðnaðarframleiðslu fremur en aðra framleiðslugreinar svo sem landbúnaðarafurða en metur það svo að almennt sé ekki lagt af stað í stórútdýr verkefni nema sjá fyrir sér að geta selt afurðina. Orkustofnun fer með langtíma spá varðandi orkuþörf og mun fá skipulagstillögur til umsóknar. Í frummatsskýrslu verður fjallað hljóðmengun en hér er notast við almenna þekkta staðla en ljóst er að veður og aðrar umhverfisaðferðir hafa áhrif á hversu langt hljóð berst. Ekki er útséð hvenær fjórði áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorku verði krefst sem tekur drjúgan tíma. Ákvörðun að taka aðalskipulagsbreytingu stendur ekki og fellur með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eður ein. Forsendur ákvörðunartöku miðast við skipulagsvald sveitarfélagsins og farið verður að lögum við undirbúning vindorkuversins. Síðan eru athugasemdir frá landeigendum Ljárskóga, Glerárskóga, Víghólsstaða og Ljárkots. Þar er fyrst athugasemd raforkuframleiðsla með tugum vindmylla örstutt frá heimilum fólks, frístundasvæðum, útivistarsvæðum og laxveiðiám getur aldrei orðið sátt við samfélag þeirra sem hér búa og starfa en til þess fallin að valda öðrum hlutaðeigandi miklu fjárhagstjóni og skerðingu á lífsgæðum til frambúðar. Svar Dalabyggðar er að aðalskipulagstillagan gerir ráð fyrir að iðnaðarsvæðið sé að minnstakosti 2 til 3 km fjarlægð frá næstu bæjum en það er vissulega matsatriði hvað telst örstutt vegalengd. Farið verður að gildandi lögum, reglum og viðmiðum varðandi staðsetningu vindmyllanna og fjarlægðir þeirra frá heimilum. Farið verður að gildandi lögum, reglum og viðmiðum varðandi staðsetningar vindmyllanna og fjarlægðir þeirra frá heimilum. Athugasemd 2. Framkvæmdin mun raska votlendi sem með tilheyrandi losun koltvísýrings. Raskinn mun einnig hafa áhrif á vatnsbúskap stöðuvatna sem hefur áhrif á Þverá sem rennur í Fáskrúð, ein af bestu laxveiðiám landsins og setur þar með alla uppbyggingu þar í uppnám. Svar Dalabyggðar. Sveitarfélagið leggur áherslu á að við framkvæmdir verði forðast að raska votlendi eins og kostur er, hvort sem það verður með beinum eða óbeinum hætti. Gerður grein fyrir staðsetningu vindmylla í deiliskipulagi, meðal annars með það að leiðarljósið að hlífa deililendi sem mest. Sveitarfélagið mun fylgja því eftir og deiliskipulagsstigi að röskun votlendis verði haldið í lágmarki. Verði röskun gæti sveitarfélagið hugað að mótvægisaðgerðum framkvæmdaraðila. Ekki gert ráð fyrir að framkvæmd hafi áhrif á heildarvatnsbúskap svæðisins. C-liður. Í skjalinu segir að þróunarstaðir liggi utan mikilvægra fuglasvæða en ef lesin er blaðsíða 230 í riti Náttúrufræðistofnunar Íslands, mikilvæg fuglasvæði á Íslandi, þá má sjá að þar er Laxárdalsheiði skilgreind sem mikilvægt fuglasvæði. Einnig má þar sjá að skilgreiningarsvæðinu sem kallast Laxárdalsheiði er heiðalöndin sem liggja á milli Hvammsfjarðar og Hrútafjarðar og erfitt er að sjá hvernig þróunarstaðir falla fyrir utan það.
Svar Dalabyggðar. Fyrir liggur tillaga frá Náttúrufræðistofnun Íslands uppfærða náttúruminjaskrá, meðal annars á grunni vistgerðar. Samkvæmt þeirri tillögu breytast afmarkanir ýmissa svæða, þar með talið afmörkun verndarsvæðis nefnt Laxárdalsheiði. Svæðið verður 541 ferkílómetrar að stærð og forsendur verndunar eru fuglategundirnar álft og heimbrimi. Breytt afmörkun kemur inn á land jarðarinnar austan til eins og fram kemur í greinargerð. Athugasemd D. Gríðarlega mikil neikvæð áhrif verða á haferni og annað fuglalíf. Svar Dalabyggðar. Tekið undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri, votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla, eftir því sem kostur er. Gerð verður nánari grein fyrir röskun og náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. Hlutir eins og lágtíðnihljóð, skuggaflökt, árit af blikkljósum og stöðugri hreyfingu eru til þess fallnir að valda íbúum miklum óþægindum og hafa neikvæð áhrif á heilsu fólks og verðmæti eigna. Svar Dalabyggðar. Gerð grein fyrir hljóðvist og skuggaflökt í frummatsskýrslu og eftir atvikum í deiliskipulagi. Athugasemd F. Möguleikar nágranna á nýtingu lands og fasteigna sinna rýrast einnig verulega. Svar Dalabyggðar. Ekki verður séð að skipulagsbreytingin rýri verðmæti aðliggjandi jarða enda verða allar framkvæmdir innan marka hróðnefstaðir. Úrskurða þarf með matsgerð síðar verð rýrnun. Athugasemd G. Ferðaþjónusta í héraðinu mun bíða hnekki og fjöldi fólks verða fyrir fjárhagstjóni. Í Dalabyggð allnokkur frístundabyggð og margar af bestu laxveiðum landsins eru í héraðinu. Þar á meðal Laxá og Fáskrúð sem báðar verða fyrir beinum áhrifum af virkjunum. Fyrirhugaðar framkvæmdir stefna ofangreindu í stór hættu með tilheyrandi fjárhagstjóni fyrir landeigendur og aðra sem sinna ferðaþjónustu á svæðinu. Svar Dalabyggðar. Ekki talið að framkvæmd hafi veruleg áhrif á ferðaþjónustu í Dalabyggð. Háliður. Engin þörf er á vindorkuframleiðslu í landinu þar sem hér nú þegar framleidd talsverð umfram orka með öðrum umhverfisvænum hætti. Einkafyrirtæki sem nú ráðgera að reisa vindorkuvirkjanir víða um land geta ekki gert það nema með svokölluðum take or pay samningi sem þýðir að þá kaupir ríkið alla orkuna sem vindmyllurnar framleiða. Á meðan standa aðrar virkjanir sem þjóðin hefur þegar fjárfest í kyrrar og nýtast engum. Þörf eru miklum og kostnaðarsömum breytingum hjá Landsneti sem ekki með búnað til að meðhöndla orkugjafa eins og vindorku sem kemur inn og fer út mörgum sinnum á dag. Fjárfesting í nýrri tegund orkuvera sem þessum lendir því á herðum skattborgara á endanum. Svar Dalabyggðar. Sjá svar við umsögn 1C að það ekki verkahring Dalabyggðar að vega og meta forsendur viðskipta og orku þar á landinu öllu frekar en fyrir aðrar afurðir á markaði. Athugasemd I. Sveitarfélagið mun verða skaðabótaskylt gagnvart hagsmunaaðilum í nágrenninu vegna verðmæta rýrnunar á eignum, skerðingar og lífsgæðum og takmörkum og nýtingu jarða og annarra eigna í nágrenninu ókomna framtíð. Svar Dalabyggðar. Ekki verður séð að skipulagsbreytingin rýri verðmæti aðliggjandi jarða enda verða allar framkvæmdir innan marka hróðnýjastaða. Úrskurða þar með matsgerð síðar verð rýrnun. J. Ekki minnst á rammaáætlun. Með því að minnast ekki á rammaáætlun má ætla að Dalabyggð sé að taka afstöðu með þeim sem telja að vindorkuveri eigi ekki heima í rammaáætlun. Svar Dalabyggðar. Ekki útséð með hvenær fjórði áfangi rammaáætlunar klárast og því ákveðið að hefja þann undirbúning sem vindorkuveri krefst sem tekur drjúgan tíma. Ákvörðun að taka með aðalskipulagsbreytingu stendur ekki og fellur með því hvort einstök framkvæmd eigi heima í rammaáætlun eður ei. Forsendur ákvörðunartöku miðast við skipulagsvald sveitarfélaga, farið verður á lögum við undirbúning vindorkuversins. Athugasemd K. Fullyrðingar að forsendur fyrir breytingunni sé að svæðið henti vel og uppfylli allar helstu kröfur sem gerðar eru til slíkra svæða röng. Svar Dalabyggðar við þessar athugasemd. Hér ekki vísað til neinna tiltekinna atriða. Sveitarfélagið svarar athugasemdum ýmsa aðila sem vonandi varpar ljósi á hentugleika og annmarka svæðisins. Athugasemd L. Ekki gerð grein fyrir hvar vegir eiga að liggja. Svar Dalabyggðar. Vegir innan framkvæmdasvæðisins eru skilgreindir í deiliskipulagi. Megin vegakerfi á jörðunum fyrir hendi. Vera má að styrkja þurfi tiltekna hluta vegakerfisins og verður það unnið í samráði við framkvæmdaraðila og vegagerð.
Athugasemd M. Getið er umsagna í kafla 1.1 en ekki gerð grein fyrir harðorðum mótmælum nágranna. Svar Dalabyggðar að athugasemdin gefur ekki tilefni til viðbragða. Athugasemd N. Í kafla 1.5 kemur fram að jörðin sé utan mikilvægra fuglarsvæða en nokkuð ljóst er að einungis sé verið að tala í landfræðilegu tilliti en ekki með tilliti til þeirra hættu sem fuglum geti skapast á áflugi við vindmyllur. Svar Dalabyggðar er að tekið er undir að við framkvæmdir skulu þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerður og nánar grein fyrir röskun og náttúrufari í frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands muni veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. Svo O-liður, breytingin stríðir gegn landsskipulagsstefnu. Svar Dalabyggðar við þessar athugasemd er að í kafla 2.1 er fjallað hvernig aðalskipulagsbreytingin samræmis landsskipulagsstefnunni en ávallt verða einhver áhrif á stórri framkvæmd sem þessar í umhverfi og samfélagi, bæði jákvæð og neikvæð. Svo athugasemd P. Breytingin er ekki í samræmi við svæðisskipulagsstefnu. Svar Dalabyggðar er að í kafla 2.1 er fjallað hvernig aðalskipulagsbreytingin samræmis svæðisskipulagsstefnu en ávallt verða bæði jákvæð og neikvæð áhrif á framkvæmd sem þessari. Sjá svar við umsögn 7a varðandi votlendi. Það ég vísa í það. Athugasemd Q. Sagt er að framkvæmdin styrki byggð og mögulega verði hægt að nota orkuna í heimabyggð sem efli atvinnulíf enn frekar. Með þessu er verið að gefa í skyn að atvinnulíf í Dalabyggð geti ekki vaxið í dag vegna orkuskorts. Við gerum athugasemd við þetta þar sem ekkert bendir til að orkuskortur standi atvinnulíf í Dalabyggðar fyrir þrifum í dag. Svar Dalabyggðar er að fyrirtæki sem þurfa miklu orku staðsýta sig ekki á svæðum þar sem orka er takmörkuð eða ótrygg. Aðdráttaraflið er orkan og kemur eðlilega undan atvinnutækifærunum. Athugasemd R. Athugasemd er gerðið einungis jákvæð áhrif á samfélag séu skráð undir samfélagi í kafla 4.2. Jákvæðu punktarnir eru órökstuddir. Og svar Dalabyggðar er að í könnun sem gerð var og viðhorfi íbúa sveitarfélagsins til vindorkuvera sem gerð var í desember-janúar síðastliðnum var svarhlutfall 75%. Niðurstaða könnunar er að 30% eru fremur andvíg eða mjög andvíg vindorkuverum í sveitarfélaginu en rúm 50% eru hlynnt eða mjög hlynnt uppbyggingu vindorkuvera í Dalabyggð. Svo er það athugasemd S. Óskað er eftir að lagarögn sem finna má í bréfum frá 2. febrúar 2018 og 28. júní 2019 verði einnig tekin til grein á þessu stigi málsins. Svar Dalabyggðar er að eftir atvikum hefur verið brugðist við ábendingum og athugasemdum sem borist hafa á fyrri stigum, þar á meðal umræddum bréfum. Síðan eru athugasemdir Valdísi Einarsdóttur. Þar er fyrst skortur er á heimildaskráningu og því ekki hægt að sannreyna hvort rétt sé með staðreyndir farið. Sveitarfélagið tekur undir að bæta megi heimildatilvísanir en nánar verður gerð grein fyrir framkvæmdinni í frummatsskýrslu og deiliskipulagi. Athugasemd B. Eingöngu er notast við vistgerðarkort NÍ við mat á vistgerðum, ekki kemur fram hver túlkar kortin. Ekki er óþekkt að votlendi sé vanmetið á vistgerðarkortum NÍ. Ekki er túlkun á kortunum að ræða, þessum Svar Dalabyggðar. Heldur eru sett fram þau gögn sem þar koma fram. Vistgerðarkort NÍ eru unnin í mælikvarðanum 1/25.000 og henta því vel til að fá yfirsýn yfir vistgerðir og aðalskipulagsstigi. C-liður. Hvergi er minnst á að haförn í skýrslunni. Votlendi og ósnert heiðarlönd eru mikilvæg búsvæði margra fugla. Nálægðin við búsvæði himbrima, álfta, hafarna og annarra fugla ætti eitt og sér að duga til að falla frá öllum vindorku áformum á þessu svæði. Svar Dalabyggðar. Tekið er undir að við framkvæmd skuli þess gætt að sem minnst röskun verði á gróðri votlendi og taka skal tillit til fuglalífs og draga úr áflugshættu fugla eftir því sem kostur er. Gerður er nánar grein fyrir röskun og náttúrufræði frummatsskýrslu vegna framkvæmdar. Gert er ráð fyrir að Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands munu veita umsögn umhverfismat framkvæmdanna. Athugasemd D. Það er ekki traustvekjandi að leggja fram tillögur að breytingum á aðalskipulagi þar sem ekki búið að ganga formlega frá merkjum jarða og mögulega hluta svæðisins tilheyrir annarri jörð.
Svar Dalabyggðar að jarðamörk ekki viðfangsefni aðalskipulags, gert ráð fyrir að allt iðnaðarsvæði verði innan óvéfengdra marka hróðniðarstöða. Athugasemd D. Eingöngu talað lengd vega en ekki landstærð sem fer undir vegi. Svar Dalabyggðar að nánar verður fjallað vegi og landferð þeirra í deiliskipulagi. Og athugasemd F. Sjónmengunarsvæði af þessum vindmyllugörðum verulegt samkvæmt kortum í viðaukum, þá verður hún ekki mörk jarða eða sveitarfélaga. Svar Dalabyggðar að tekið undir að ávallt eru sjónræn áhrif á framkvæmdum og misjafnt hvar áhrifa þeirra gætir. Svo það athugasemd G. Orðalagið mjög teygjanlegt þar sem rætt áhrif framkvæmdar á minjar, náttúru og dýralíf. Nokkur dæmi það að svo sem gert ráð fyrir, stuðlað verði að, reynt verður og svo framvegis. Svar Dalabyggðar að aðalskipulag stefna sveitarfélagsins og því eðlilegt að slíkt orðalag sé notað. Ég hef nú lokið við að lesa upp umsagnir og athugasemdir vegna vindorkuvers í landi Hróðniðarsstaða. Eru einhverjar athugasemdir frá sveitarstjórn eða viljið breyta svörum eða eitthvað slíkt? Skúli, gjörðu svo vel. Notiti, góðu fundarmenn, það bara eins og með hitt málið. Við erum að samþykkja hérna breytingur á aðalskipulagi vegna vindorkuvers á Hróðniðarstöðum. Ég vil bara segja það að ég samþykki það örugglega en áskil mér alltaf rétt þegar að verði farið í deiliskipulag á svæðinu að hafa aðra skoðun ef til þess kemur. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Ég er augljóslega detta aðeins út hérna þegar ég er búinn að lesa svona mikið. Mögulega verður tilefni þessa sveitarstjórnarfundar kannski skets og þorrablót á næsta ári. Þeirri hugmyndir hér með komið á framfæri við þorrablótsnefndir í Dalabyggð. En ég ætla að bera hérna undir atkvæði umsagnir og svör Dalabyggðar við umsögnum og athugasemdum við breytingu á aðalskipulagi. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það eru samþykktar samhljóða. En síðan eru þá hér raun og veru drög af bókun varðandi þetta mál. Að umsagnir bárust frá lögbánum umsagnaraðilum og hagsmunaaðilum. Þess má geta að leita var umsagnar hjá Náttúrufræðistofnun Íslands en stofnunin ákvað að senda ekki inn umsögn. Umsagnir athugasemdir bárust frá eftirtöldum aðilum og stofnunum. Umhverfisstofnun, Orkustofnun, Landsneti, Minjastofnun Íslands, Samgöngustofu, Vegagerðinni, Landgræðslunni, Landvernd, Veðurstofu Íslands, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Hagsmunum.is, Bjarna V. Guðmundssyni, Helga E. Jónssyni fyrir eiganda jarðanna Hamra og Valdís Einarsdóttur. Í umsögn frá svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggð 23. mars síðastliðinn eru ekki gerðar athugasemdir við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar vegna vindorkuvers á Hróðniðarstöðum með þeim rökum að hún samræmist stefnu svæðisskipulags eflingu atvinnulífs sem byggir meðal annars á nýtingu auðlinda og auknu raforkuöryggi. Athugasemdirnar kölluðu ekki á efnislegar breytingar á aðalskipulaginu að mati sveitarstjórnar, heldur voru þættir eins og mælikvarði og innslóttavillur lagfærðar. Sveitarstjórn telur að uppdráttur og greinargerð hafi því verið uppfært til samræmis við athugasemdir og ábendingar umsagnaraðila. Ítarleg svör sveitarfélagsins við athugasemdum að finna í fylgiskjali með þessari fundargerð. Þar sem ekki liggur fyrir verndar- og orkunýtingaráætlun fyrir fyrirhugað iðnaðarsvæði á Hróðniðarstöðum og óvíst framtíðarskipan mála varðandi stöðu vindorku með tilliti til slíkrar áætlunar verða fyrirhuguð iðnaðarsvæði skilgreind sem iðnaðarsvæði í aðalskipulagi Dalabyggðar í samræmi við F-lið greinar 6.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á aðalskipulagi ásamt tillögu skipulagsnefndar að svörum við athugasemdum og breytingum sem verður send Skipulagsstofnun til staðfestingar fyrir gildistöku með auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjum sem vilja taka til orðs varðandi þessa bókun? Sjálfur ætla ég að bara árétta það sem ég sagði hér áðan að ég mun samþykkja þessa breytingu á aðalskipulagi en ég get haft alveg allt aðra skoðun á þessu máli og síðari stegum þess. En eru fleiri sem vilja taka til máls?
Svo virðist ekki vera. Þess sem eru samþykkir þessari bókun sem ég las hér upp, gefumerki. Hún samþykkt samhliða. Af því leiðir að það þó hér önnur bókun að sveitarstjórn samþykkir jafnframt að leysa umrætt svæði úr landbúnaðarnotkun samkvæmt 7. grein jarðalaga nr. 81/2004. Einhver vilja ræða þessa bókun? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir henni gefumerki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 7, en það varðandi fyrirspurn Sælisteinstungu. Þetta mál sem hefur verið hér áður til umfjöllunar í sveitarstjórn og byggðarráði og umhverfis- og skipulagsnefnd. Og eftir tillögu frá umhverfis- og skipulagsnefnd þá les ég hér upp tillögu. Sveitarstjórn samþykkir að halda eftir landinu austan þjóðvegar frá Hafragili norður í Mjósund. Svæðið verði hluti Sælisteinstungu lands, landnúmer 192-202. Að loknum landskiptum verði byggðarráði falið að koma Sælisteinstungu í söluferli. Einhvers vill ræða þessa bókun? Og hver þessar engin hljóðs þeir sem eru samþykkir þessari bókun, gefumerki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 8, það umsókn rekstrarleyfi gististaðar í flokki 2, Sauðafell. Og það liggur hér fyrir umsókn frá umsókn rekstrarleyfi og hér eru drög að bókun að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við veitingu rekstrarleyfisins. Einhverjum sem vilja ræða hana sérstaklega. Það þessar engin hljóðs þeir sem eru samþykkir þessu gefumerki. Það samþykkt samhliða. Þá dagskrárliður 9, það gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa í Dalabyggð. Það hér tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa í sveitarfélaginu á 200. fundi sínum þann 10. desember, dagskrárliður 1. Það láðist að auglýsa gjaldskrána sem nú hafi verið bætt úr með birtingu í B-deild stjórnartíðinda 29. mars síðastliðinn. Sveitarstjórn staðfestir áður birta álagningu gjalda samkvæmt gjaldskráni fyrir árið 2021. Mögulegir áfallnir vextir fram til dagsins í dag verða felldir niður. Einhver vilja ræða þessa bókun? Sigríður? Oddviti, fundamenn, ég held kannski ekki beint bókun, en mér langaði aðeins að fjalla samt þessa gjaldskrá. Þetta náttúrulega búið að vera nokkur ár hérna, þessi gjaldskrá, og það má kannski deila það hvað fólki finnst sanngjarnast. Við höfum leitast við að reyna að finna sem besta leið til að innheimta þetta gjald. Meðal annars með því að flokka. Það hefur verið bent á hvort að eðlilegra væri að það væri innheimt gjald bara fyrir stærð bústofns á hverjum bæjum. Mér finnst það kannski ekkert sanngjarnari leið þar sem að það kannski stærð bústofns segir ekki alltaf til afföll. Og þá fer maður að velta fyrir sér einmitt hvort að mögulega að sveitarfélagið ætti þá bara að rukka fyrir notkun og þar af leiðandi kannski ekki þá með fasteignagjöldum. Og ég held að þetta sé kannski pæling sem við þurfum bara að taka inn í næstu fjárhagsáætlanagerð. En við höfum fengið náttúrulega bæði erindi og ábendingar og margir hafa komið til máls við mann og verið að pæla í þessu. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að pæla í. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka þeim máls? Svo virðist ekki vera. Ég árétta svo sem að ég greiddi ekki atkvæði með þessar gjaldskrá á sínum tíma og mun sitja hjá áfram varðandi þessa bókun þar sem ég tel þetta þjónustu og hef svo sem ekkert leynt þeirri skoðun mín og tek þá undir með það sem að Sigríður var að segja að mögulega þetta þjónusta sem að ég þá kannski að innheimta bara eftir notkun og ekki innheimta samhliða fasteignagjöldum. En orðið er laust. Skúli? Oddviti menn, ég held að það sé bara málið að taka þetta upp einu sinni enn í byggðarráði fyrir næstu fjárhagsáætlun. Við erum alveg því að taka þetta fyrir aftur og aftur og aftur
og ég hlakka bara til að koma með einhverja nýja tillögu fyrir næsta ár. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Skúli. Þess má geta að það mál varðandi gjaldskrána hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, það ekki? Og Kristján kinkar kolli. En þau sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki og þau sem sitja hjá. Hún samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sitja hjá. Þá næsta dagskrárliður 10, það sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. En það hafa borist svör frá Húnaþingi vestra, Helgafellssveit og Stykkishólmsbæ og allir eru tilbúnir til fundarhalda við okkur. Tímasetning á þessum fundum, hún mun svolítið ráðast af sóttvarnaaðgerðum, en ég bara legg til hér þessa bókun að sveitarstjórn þakkar fyrir jákvæðar undirtektir við erindum Dalabyggðar. Stefnt verði að því að boðað verði til fundar þegar að sóttvarnaráðstafanir leyfa. Einhverjir sem vilja ræða þessa bókun. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næsta dagskrárliður 11. Það samstarfssamningur heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Og það liggja hér fyrir fundargögnum drög að samningi. Einhverjir sem vilja fara yfir þennan, Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það bara að skýra þennan lið, sem sagt þessi drög að samstarfssamningi voru lögð fram á aðalfundi heilbrigðisnefndar Vesturlands núna nýverið og þau höfðu borist með mjög stuttum fyrirvara inn á fundinn, þannig að það var niðurstaða fundarins að það væri ekki rétt að taka afstöðu til þess að draga á fundinum, heldur gefa sveitarstjórnum sem eiga aðild að heilbrigðisnefndinni að tækifæri til þess að skoða þetta og síðan að afgreiða áður en að þetta yrði síðan afgreitt á fundi síðar þar sem öll aðild að sveitarfélög og heilbrigðisnefndinni kæmu saman. Sá fundur verður væntanlega í byrjun maí. Sjálfur sér held ég að það sé ekkert í þessum samningi sem að ekki sé hægt að staðfesta. Það var einhverja bara eitt atriði sem var í upphaflegu drögunum sem að ég taldi rétt að gera athugasemd við og það snýr að því að hvenær fjárhagsáætlun heilbrigðisnefndarinnar ætti að vera tilbúin. Það var semst talað hún ætti að vera tilbúin 1. nóvember en það akkúrat sá tími sem að sveitarfélögin eiga að vera búin að leggja fram sína fjárhagsáætlun, þannig að það svona full seint. En það var kynnt á fundinum að heilbrigðisnefndin hefði þá á fundi að morgni sama dags ákveðið að gera þá breyting á samningsdrögunum að samningurinn ætti, eða semst að fjárhagstillögur eru tilbúnar og sendar til sveitarfélaga 15. október. Og með því sjálfsögðu ekkert, held ég, þannig sé við þetta er svona mestu leyti bara verið að skýra og fara betur í atriði sem að hafa kannski þótt óljóst hingað til. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Þá bara legg ég til að þessi samstarfssamningur heilbrigðiseftirlit Vesturlands verði staðfestur af sveitarstjórn Dalabyggðar, þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næsta dagskrárliður 12, það samþykkt meðhöndlun úrgangs í Dalabyggð, það 3. umræða og samþykktin hefur nú verið afgreidd af heilbrigðisnefnd Vesturlands og kemur því hér til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Hverju sem vilja ræða hana? Það kveður sér engin hljóð og leggir bara til að Dalabyggð staðfesti samþykktu meðhöndlun úrgangs í Dalabyggð, sem samþykkir því gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður 13, það erindisbréf félagsmálanefndar og það liggur hér fyrir í gögnum fundarins. Einhverjir sem vilja ræða þetta erindisbréf sérstaklega?
að biður enginn hljóðið og legg ég til að sveitarstjórn staðfesti erindisbréf félagsmálanefndar þeir sem eru samþykkir því gefumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 14, það er uppfærsla á samningi við skátafélagið Stíganda og þetta kemur frá fræðslunefnd og fræðslunefnd hefur samþykkt samninginn og vísar honum til afgreiðslu í sveitarstjórn. Einhverjir vilja ræða þessi samningsdrög. Það biður enginn orðið og geri það tillögu minni að sveitarstjórn samþykki þessi samningsdrög við skátafélagið Stíganda, þessum samþykki því gefumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 15, það er áskorun til RARIK eða staðsetning starfa. Og hér er bara drög að bókun sem heitir staðsetning starfa hjá RARIK. Nýverið auglýsti RARIK laust til umsóknar starf verkefnisstjóra stærri framkvæmda hjá félaginu. Í auglýsingunni er tiltekið að starfsstöð viðkomandi starfsmanns verði í Reykjavík. Rétt er að vekja athygli á því að starfsemi RARIK er öll utan höfuðborgarinnar ef frá eru taldar höfuðstöðvarnar. Allar þær framkvæmdir sem nýr verkefnisstjóri mun hafa umsjón við verða því á landsbyggðinni. Það vekur því furðu hjá sveitarstjórn Dalabyggðar að föst starfsstöð í Reykjavík sé tiltekin í auglýsingunni en starfið ekki auglýst án staðsetningar. Félagið hefur fjölmargar starfsstöðvar allt land, meðal annars í Búðardal. Benda má á að nýverið fækkað einn starfsmann á þeirri starfsstöð. Sveitarstjórn Dalabyggðar minnir RARIK á lið B7 í þingsályktun stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024 sem samþykkt var í júní 2018 varðandi störf án staðsetningar. Jafnframt telur sveitarstjórn Dalabyggðar mjög villandi upplýsingar koma fram í þingskjali nr. 1092 frá 115. löggjafarþingi sem er svar við fyrirspurn starfsmannafjölda RARIK. Þar kemur fram að 28,8% viðskiptavina í janúar 2020 sé á höfuðborgarsvæðinu. Í ljósi þess að dreifikerfið er allt utan höfuðborgarinnar skorar sveitarstjórn Dalabyggðar á RARIK að birta yfirlit yfir viðskipti eftir sveitarfélögum og hvar notkun rafmagnsins fer fram. Slíkt varpar betra ljósi á hvar starfsemi fyrirtækisins er. Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar jafnframt á stjórn RARIK að endurskoða staðsetningu starfa í Reykjavík og auglýsa þess í stað störf án staðsetningar. Þannig stuðlar félagið á áframhaldandi uppbyggingu á landsbyggðinni þar sem dreifikerfi félagsins er staðsett. Einhverjir vilja ræða þessa bókun? Það kveður sér engin hljóðs. Þau sem eru samþykkir henni gefumerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 16, það er Klofningsvegur nr. 590, það er vegur fyrir Strandir. Það liggur hér fyrir í fundargögnum bréf frá ábúendum á Lyngbrekku sem ásamt atvinnuráðgjafa á Vesturlandi. Út frá því bréfi legg ég hér fram í raun og drög að bókun að sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á vegagerðina að hafin verði hönnun og framkvæmdir við endurbætur á Klofningsvegi nr. 590, Vestfjarðarvegur Hafnará 11,2 km og Hafnará Orrahólsvegur 10,55 km sem í daglegu teli kallast að fara fyrir Strandir strax í sumar. Vegur fyrir Strandir liggur skilgreint landbúnaðarsvæði sem hefur átt undir högg að sækja og var nú nýverið skilgreindur sem partur af hringvegi Vestfirði þar sem ferðamálasamtök kynna nýja ferðamöguleika vegna bættra samgöngu á Vestfjörðum með nýjum tengingum, svo sem Dýrafjarðarganga og fleira. Þetta er drögin á bókunni, en meðal annars kemur fram í þessu bréfi sem fylgir hér með í fundargögnum að núverandi vegur, hann hindrar í raun og veru það að hægt sé að fara í atvinnuuppbyggingu, meðal annars nýbyggingar mannvirkja, eins og hugmyndir eru upp á Lyngbrekku. En einhverju fleiri sem vilja ræða þessa bókun? Sigríður, gjörðu svo vel. Oddviti, fundarmenn. Ég vil bara byrja að þakka fyrir erindið. Mér finnst ákaflega þýðingarmikið og bara mikilvægt að íbúar láti vita þegar að svona er og
bara lýsi þeirri stöðu sem enda kemur það vel fram í bréfinu hvaða áskoranir eru og hvernig ástand vegarins og eins þetta landbúnaðar hérað, það mjög mikið náttúrulega þungaflutninga og þannig skólabörn, svo við teljum að það eiginlega orðið algjörlega ólíðandi þegar að uppbygging og atvinnuuppbygging í sveitunum getur ekki orðið út af því að vegirnir geta ekki borið þau tæki sem þarf til. Og ég tek bara undir þessa bókun og tel það mjög mikilvægt að þessu sé komið í rétt horf. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigríður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið, þá bara þeir sem eru samþykkir þessari bókun sem ég las hér upp áðan, gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næsta dagskrárliður 17, það undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Það liggur hér fyrir minnisblað frá starfshópi. Vill einhver fulltrúi hópsins koma og kannski gera aðeins grein fyrir þessum tillögum eða Skúli? Þetta sveitarstjórnarmenn. Já, við höfum búin að vera að vinna í síði, ég og Ragnheiður og Einar. Verið að undirbúa uppbyggingu íþróttamannvirkja í Búðardal og þar höfum við að leiða á ljósi að það eru áætlaðar 600 milljónir í þetta verkefni á næstu 3-4 árum sem við vorum að klárast á miklu styttri tíma. En við fengum ráðgjafa eða arkitektar, 3 arkitektarstofu til að koma með tillögu til okkar að uppbyggingu eða hvers konar húsnæði við ættum að byggja. Þær komu þessar tillögur 3 og voru afskaplega fallegar að mínu mati, ef ég dæmi fyrir mér allavega. En svo létum við reikna út kostnað við þar og það var kannski ekki eins fögur sjón. Það var töluvert yfir þeim áætlunum sem við höfðum reiknað með að sitja í þessar framkvæmdir og þar að leiðandi varla hægt að notast við þær nema þá að breyta þeim verulega. Og ég held að til þess að halda áfram með þetta verkefni þá þurfum við aðeins lengri tíma og kannski rýmri heimildir frá sveitarstjórninni til að vinna þetta verk áfram og verður ábyggilega komið með einhverja tillögu að því hérna eftir. En ef ég fer kannski yfir stikla eins og stórum þessar tillögur þá voru það kallaða B, D og L og ég held að D-tillagan hafi verið skora langhæst í þessum útreikningi sem við gerðum mat á og það kannski svona niðurstaðan að við kannski ef við leitum til einhverja af þessum verkfræðistofum þá munum við leita til þeirrar stofur sem að koma með þessa tillögu D sem Al-Ark verkfræðistofa og vita hvert við getum einhvern veginn komið því að þeir vinni með okkur áfram eða hvert við þurfum að fara allt aðra leið til þess að ná þessum markmiðum að vinna með það að húsnæði sem að verður byggt undir íþróttamannvirki fari ekki yfir þessar 600 milljónir. Ég held að við þurfum kannski ekki að fara mikið lengra þessu leiti í bili held ég. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta Skúli, takk fyrir þessa yfirferð. Eru fleiri sem vilja ræða þetta mál? Einar. Oddviti, ágætu fundamenn. Ég ætla kannski bara að lýsa ánægju minni með að þetta mál svona allt áfram, þó mér finnst, mann langar alltaf svona keyrist aðeins hraðar og maður svona með það bak við eyrað að það bara rétt 1 ár eftir að þessu kjörtímabili. Þannig að ég held að við vitum það alveg bæði þeir sem eru svona starfshóp og sjálfsagt öll sveitarstjórn að ákvörðun í þessu máli, hún þarf að koma núna á næstu mánuðum. Þetta má ekki vera eitthvað sem dregst of nálægt kosningum, við vitum hvernig svoleiðis ákvarðanir fara. Skúli kom aðeins inn á það sem við höfum fengið og það er gert ráð fyrir 600 milljónum og þessar tillögur, þessar flottu tillögur sem menn geta skoða væntanlega í gögnum eru töluvert hærri og
En þessar tölur sem við unnum út frá, þetta náttúrulega tölur sem búið að vinna út frá núna í 3 ár. Það hefur náttúrulega ýmislegt hækkað. Það spilar einhvern hluta inn í þetta sjálfsagt. En það líka ágætt að setja það svona í loftið fyrir íbúa að við munum, vissulega þetta mikill kostnaður, en við munum sjálfsagt ekki fá betra tækifæri til þess að gera þetta hagstætt fyrir sveitarfélagið heldur en einhvern tíma núna á næstu árum. Að því við höfum þennan möguleika bæði í kjölfar COVID að ef þetta fer á stað væntanlega, og það mikið að efum í þessu, ég veit það, og það bara þannig, en það samt fínt að velta þessu upp. Að það ennþá sá möguleiki og líklega verður hann áfram, vonandi á næsta ári, að fá virðisauka aftur á vinnu. Það líka gott að hafa það sem var nú aðeins talað áðan, að það er að fara hér í sameiningaviðræður. Og þeir sem mættu hérna á kynningafund sem var opinn fundur hérna á netinu, þeir sáu þar töflur hvað sveitarfélög geta fengið í sameiningarstyrki ef þau sameinast, og það sirka helmingurinn af öllu sem þeir skulda miðað við ársreikning árið áður. Þannig að menn geta alveg velt því líka upp að menn geta alveg hort á það, þá bara alveg glerfínt að ef við sameinumst, þá fáum við mögulega helminginn af öllum þeim skuldum sem við stofnum til þess að byggja þessi mannvirki tilbaka. Þannig að það eitthvað svona sem gerir þetta góða tímasetningu líka til að ráðast í þetta verkefni. En ég líka sammála Skúla í því að ég nokkuð sannfærður að það hægt að ná þessu eitthvað niður með við þessi plön sem við fengum fyrst. Ég alveg sannfærður það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Takk fyrir þetta, Einar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Góða fundamenn, mér var Steinar alveg ótrúlega hóvær að fá svör við þessu bara á nokkrum mánuðum. Ég vil bara að við gefum okkur nokkra vikur til að taka ákvörðun hvort við ætlum að fara í þetta eða ekki. Ef við ætlum að gera eitthvað þessu árið þá þurfum við að fara að byrja. Og þannig að enga hóvarði þessu, við bara förum í þetta eða við förum ekki í þetta. Og ég held að ég vil samt ítreka að við erum með 600 milljónir í þetta. Það svo áætlun sem við vinnum eftir. Og ég bara stend á því að við getum alveg byggt flott íþróttahús fyrir þessar 600 milljónir. Þannig vinnum við þetta og við verðum hérna að koma með flott íþróttahús áður við kjósum næst bara. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Oddviti, ágætu fundamenn. Hógværið hefur kannski eftir farið mér rosalega vel, en ég kannski ekki alveg sammála Skúla þarna. Ég ekkert á því að það eigi að verði annarkort eða ekki. Mér finnst bara koma til greina að byggja sér mannvirki. Mér frýs hugur við því ef við gerum það ekki. Það bara, mér finnst að vera, ég búinn að tala fyrir þessu hérna opinberlega og í minni hópum síðan ég kom hingað 2002 og núna rosalega gott tækifæri og mér finnst það bara frábært að við getum lagt það til hér fyrir vonandi þessuna með hvað Skúli segir á nokkrum vikum að vonandi verður þetta þá bara tekið til alvöru afgreiðslu hérna bara á næsta fundi eftir mánuð og hlakka bara til að klára þetta þá. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið, en það eru tillaga bókun sem kemur frá starfshópum íþróttamannvirki. Starfshópur íþróttamannvirki Búðardal leggur til að hann fái heimild til að semja við verkfræðistofuna Verkís ráðgjöf og vinnu við verkefnisstjórnun og frumhönnun íþróttamannvirkja. Niðurstaða frumhönnunar verður lögð fyrir sveitarstjórn til ákvörðunar áður en farið verður í forhönnun og arkitekt og fleiri ráðgjafar fengnir að verkefninu. Við vilja ræða þessa bókun. Það biður enginn orðið þeir sem samþykkir þessari bókun gefið merki. Hún samþykkt samhliða.
Þá næst dagskrárliður 11. Það skólaakstur á Fellsströnd leikskólabörn. Það hér erindi frá Sæþóri Sindra Kristinssyni vegna skólaakstur leikskólabarna á Fellsströnd. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Skúli. Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég vil kannski bara byrja á að þakka fyrir þetta erindi. Ég skil vel þá sem að búa út í sveita þegar vilji koma börnunum sínum í leikskóla og helst með skólabíl. Og ég á því að við eigum bara að vera flott sveitafélag, gera vel við okkar fólk sem ekki síst sem býr út í sveitum og vill búa út í sveitum, að gera bara það vel við þau að þau geti nýtt skólabílinn til að koma leikskólabörnunum sín í skólan, hvort sem að eitt pláss laust í skólabílinn með ekki eða 2, við bara búum til fleiri pláss þá. Og þá þurfum við ábyggilega að endurskoða einhverja samninga varðandi það og þá held ég að sé bara ekkert annað en að einhenda sér í það. Og ég held að til þess að geta klárað þetta mál þá eigum við bara að fá byggðarráð til að klára þetta. Það gerir endalaust einhverja skandala og við getum tekið þennan skandala líka og klárað hann bara. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ég held að Sigríður hafi verið á undan. Gjörðu svo vel. Oddviti, fundarmenn, ég ætla svo sem bara að tala þetta mál og næsta mál. Það snýst bæði akstur á leikskólabörnum og það vanti pláss. Ég ætla bara að taka undir með Skúla. Ég algjörlega sammála því að hér eigum við bara að vera svolítið fyrirmynda sveitafélag sem að viljum bara styrkja búsetu allstaðar í sveitinni og þar af leiðandi vera fjölskylduvænt sveitafélag og við finnum bara lausn á þessu að hér geti öll leikskólabörn fengið pláss í skólabíl. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigríður. Einar. Oddviti, ágætu fundarmenn, ég fagna því að fá svona verkefni. Og ég er alveg sannfærður það að þetta verður bara leyst. Alveg pottþétt. Það er bara þannig. Og ég er alveg sammála því að það eiga bara öll leik- og grunnskólabörn að fá sæti og þau að fá það bara frá og með næsta skólaári, næsta hausti. Og ég er alveg viss það að þeir sem eru með samninga við okkur á þessum skólabílaleiðum að þeir munu taka þessu fagnandi. Þetta er bara liður í betri þjónustu og góðu samfélagi og það verður hægt að vinna þetta bara í góðu við alla hlutaðeigandi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ég er svo sem bara bæta við og ég tek bara undir með því sem hér hefur komið fram að stefna skuli bara að því að það verði tryggður skólaakstur fyrir öll þarna skólabörn, hvort sem þau eru í leikskóla eða grunnskóla. Og það eru hérna bara drög að tillaga að bókun að sveitarstjórn feli byggðarráð að vinna tillögur að lausn varðandi skólaakstur leikskólabarna. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu sérstaklega. Það er kveður svo engin hljóðstöð sem samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 19, það er skólaakstur á Fellsströnd. Það er erindi frá Einari Erlingssyni og Ingibjörgu Steinudóttur vegna skólaaksturs fyrir leikskólabörn. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Skúli. Oddviti sveitarstjórnarmenn, ég vil bara þakka líka fyrir þetta bréf og fagna því að það séu að koma nýir aðilar í sveitarfélagið og kannski koma þau ekki nema við einmitt förum í það að keyra börnin í leikskólann og eins og ég sagði áðan þá bara vinnur byggðarráð þessu og tekur þennan skandala líka en ég ítreka orð mín aftur, ég fagna alltaf nýju fólki í sveitarfélagið og bjóða þau bara velkomin. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Vilja fleiri taka til máls? Einar.
Oddviti, ágætu fundamenn. Það ekki hægt annað en að fagna svona erindum sem koma og það kannski hægt að benda á hana þátt að þetta svona kannski bein afleiðing af ljósleiðaravæðingu í samfélaginu okkar. Og þarna svona svolítið óplægður akur og að opnast miklu möguleikar og kannski líka í framhaldi af bókunin áðan varðandi störf án staðsetningar hjá RARIK að með aukinni ljósleiðaravæðingu þá aukast þessir möguleikar gríðarlega á þessum svæðum hjá okkur af því að það nóg húsnæði. Víða allavega hérna í sveitunum líka. Það alveg hægt að komast í húsnæði hérna. Þannig ég held að þetta muni bara vekja athygli og sé af henni góða. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi? Já, oddviti ágætu fundamenn. Ég sammála Einar og skóla og fleirum í því að gleður okkur að sé að fólk hafi áhuga að flytjast hingað. En í leiðinni vil ég ýta undir það að við þurfum að halda á spöðunum með uppbyggingu á þjónustu sem við viljum hafa hérna og bara halda okkar stefnu að ekki gögna meiri leið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Pálmi. Vilja fleiri taka til máls? Ég sjálfur tek undir bara með framkomnum athugasemdum og fagna þessu erindi og fagna því að fólk sé íhuga að flytja hérna í sveitarfélagið og það náttúrulega nauðsynlegt nauðsynleg forsenda þess að fólk vilji flytja að grunnþjónusta sé tryggð og ég tel skólaakstur leikskólabarna að vera ákveðna grunnþjónustu. Þó svo að leikskóli sé ekki skylduskóli þá þetta orðið almennt viðurkennt sem fyrsta skólastigið. En það hér tillaga, eða bara drög á bókun, að sveitarstjórn feli byggðarráð að vinna tillögur að lausn varðandi skólaakstur leikskólabarna. Hversu vil ég ræða þá tillögu? Að Guðsveningi Hljóðsveið sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næsta dagskrárliður 20, það umsókn í brothættar byggðir og við vinnslu þessa máls þá Dalabið sótti í þessu verkefni fyrir nokkrum árum og fékk neitun og við svo sem föllum ekki undir þetta verkefni en mögulega hægt að gera einhvert verkefni í tengslu við byggðaáætlun þessu tengdu. Þannig að hér eru drög að tillögu að sveitarstjórn feli byggðarráði að kanna hvort Dalabyggð geti fengið aðild að verkefninu brothættum byggðum og eða verkefnum sem unnin eru með sambærilegri aðferðarfræði. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Ég held að sé að gera að sækja eða reyna að skoða þetta og bendi á eða ég tel að í verkefni sem þessu þá ætti kannski að reyna að horfa til umhverfismála og þannig að þetta sveitarfélag verður kannski stefnumarkandi eða fyrirmynda sveitarfélag þegar kemur á umhverfismálum. Það málaflokkurinn sem verður stærstur á komandi árum, hvort svo sem að mönnum líkar betur eða verð og þá verður þetta eitt af stóru málunum bæði í alþingiskosningum núna í haust og eins sveitarstjórnarkosningum landið á næsta ári. Það staðamála í umhverfismálum. En einhver sem vilja ræða þessa tillögu? Það biður enginn orðið þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá hér næst erindi frá félagi sauðfjárbænda vegna timbur og járnagáma. Og þetta erindi barst frá félagi sauðfjárbænda að það beinist því til sveitarstjórnar að beita sér fyrir því að járn á timburgólma verði til taks í tiltekinn tíma á sveitarfélaginu líkt og verið hefur undanfarin sumur. Við teljum að þessi þjónusta hafi ýtt undir hjá okkur hér í dreifbýlinu að losa okkur við ónauðsynlega hluti. Ég legg til bara að byggðarráði verði falið að vinna að úrlausn þessa máls. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir því að vísa málum til byggðarráðs gefið merki. Það samþykkt samhliða.
Að því sögðu þá ætla ég að biðja Ragnheiði Pálsdóttur varaoddvita að koma og stjórna fund undir næsta dagskrárlið. Ég lána blöðin. Takk. Næsti dagskrárliður númer 22, það skógræktaráform á jörðinni Barmi. Þetta mál númer 2103/016 úr fundargerð 115. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 9.4.2021, dagskrárliður 3. Skógræktaráform á jörðinni Barmi. Heiðardalur EHF áformar skógrækt á jörðinni Barmi í Búðardal á Skarðsströnd. Með vísan í 4. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi umrædd framkvæmd leyfisskyld sem felur í sér að leita þar umsagnar viðeigandi stofnana. Nefndin samþykkir erindið með tilliti til nýrrar flokkunar á landbúnaðarlandi í drögum á endurskoðun á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016. En landið fellur undir flokk 2 og 3 samkvæmt þeirri skilgreiningu. Einnig þarf að grenndarkynna framkvæmdina fyrir aðliggjandi jörðum og leita eftir umsögnum frá viðeigandi stofnunum. Eitthvað sem vill ræða þessi mál? Það ekki. Þá ætla ég að lesa aftur upp hérna tillögu nefndarinnar. Nefndin samþykkir að erindi með tilliti til nýrrar flokkunar á landbúnaðarlandi í drögum á endurskoðun á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 en landið fellur undir flokk 2 og 3 samkvæmt þeirri skilgreiningu. Einnig þarf að grenndarkynna framkvæmdina fyrir aðliggjandi jörðum og leita eftir umsögnum frá viðeigandi stofnunum. Þeir sem geta samþykkt tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar gefur merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eyjólfur, þú mátt koma aftur. Takk fyrir. Þá komið að dagskrárlið 23 og það eru fundargerðir til staðfestingar. Það fyrst fundargerð byggðarráðs. Það sem voru 26 mál á dagskrá. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð. Þuríður. Oddviti fundamenn, mér langar aðeins að ræða hérna lið 15, könnun landshlutasamtakanna, hamingja Dalamanna, hvað er til ráða. Það eru margar gagnlegar áhugaverðar upplýsingar í könnuninni, en eitt af því sem kemur fram að íbúum Dalabyggðar finnst mannlíf ekki gott. Mér langar að kasta því fram að gott mannlíf einn langmikilvægasti þátturinn í okkur líði vel í leik og starfi. Segir líka til hvernig samskipti íbúa háttað, hvernig uppalendir við erum, það þarf heilt þorp til aðalegt barn. Hvernig okkur líður hefur áhrif út í samfélagið. Vinsemd og jákvæð tengsl eru mjög mikilvægt í samskiptum okkar íbúa á milli. Það ef ég tel stór atriði og grundvöllur að góðu mannlífi. Jákvæðni, ekki neikvæðni. Það sameiginleg ábyrgð okkar allra að skapa gott mannlíf í Dalabyggð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þuríður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Fundargerð byggðarráðs. Kveður engir hljóðstöð sem geta staðfest fundargerðina gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 24, það fundargerð byggðarráðs, fundur 265. Þar voru 3 mál til á dagskrá. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð? Biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir þessari fundargerð gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 25, það atvinnumálanefnd Dalabyggðar. Þar voru 5 mál til afgreiðslu. Einhverju vilja ræða þá fundargerð? Það kveðst fyrir engin hljóðs, þeir sem geta staðfest hana gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 26, það umhverfis- og skipulagsnefnd, fundur 114. Þar voru 2 mál til afgreiðslu sem bæði eru búin að fá fullnaðar afgreiðslu hér fyrir á fundinum. Einhverju vilja ræða fundargerðina að öðru leyti. Þeir sem geta staðfest fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar gefið merki. Hún samþykkt samhljóða.
Þá næst dagskrárliður 27, það líka fundur umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur 115. Þar voru 8 mál á dagskrá. Einhverjir vilja ræða þetta mál að þessa fundargerð sérstaklega? Það biður enginn orðið, þeir sem geta staðfest þessa fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá dagskrárliður 28, það fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur númer 102, þar voru 7 mál á dagskrá. Einhverjir vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 29, það menningarmálanefnd Dalabyggðar. Þar voru 5 mál til afgreiðslu. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Svo virðist ekki vera. Þeir sem geta staðfest þessa fundargerð gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð félagsmálanefndar Dalabyggðar. Þar voru 4 mál til afgreiðslu. Fundur númer 59. Einhverjir vilja ræða þessa fundargerð? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem geta staðfest þessa fundargerð gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð stjórnar Silfurtóns, fundur númer 43. Það voru 3 mál á dagskrá. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem geta staðfest þessa fundargerð gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá voru hér næst fundargerðir til kynningar. Það dagskrárliður 32. Það sorpurinn Vesturlands, fundur 2021. Það liggur hér fyrir aðalfundarboð, grænt bókhald og ársreikningur 2020 til kynningar. Einhver sem vill ræða það? Svo virðist ekki vera. Þá dagskrárliður 33. Það aðalfundur Veiðifélags Laxár í Hvammsveit 2021. Það liggur hér fyrir í fundargögnum fundarboð og ársreikningur. Einhver sem vill ræða þetta mál? Svo virðist ekki vera. Þá næst dagskrárliður 34. Það aðalfundur Veiðifélags Laxdæla 2021. Það liggur hér fyrir aðalfundarboð en aðalfundur hefur verið frestað. Einhver sem vill ræða það? Þá næst dagskrárliður 35. Það fundargerðir Dalagistinga 2021. Það liggur hér fyrir fundargerðir stjórnarfundar og aðalfundar. Einhver sem vill ræða þessar fundargerðir? Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 36. Það fundargerðir svæðisskipulagsnefndar. Það fundargerð frá 23. mars. Einhver sem vill ræða hana? Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 37. Það fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 27. mars. Einhver sem vill ræða það? Það kveður sér engin hljóðs. 38. Það aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Það liggur hér fyrir aðalfundarboð, fundargerð aðalfundar, ársskýrsla og ársreikningur. Virðist það vera ótrúlegt lán að tímasetja aðalfund Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi þetta árið og degi áður en öllu var skellt í lás aftur. Þannig að þessi fundur er öll búinn þetta árið. Þá það næst dagskrárliður 39. Það aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga. Það aðalfundarboð og ársreikningur sem liggur hér fyrir. Einhver sem vill ræða það? Það gefur enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 40. Það fundur Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 2021. Það fundargerð aðalfundar og skýrsla stjórnar sem liggja hér fyrir. Einhver sem vill ræða það? Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 41. Það fundargerð Breiðafjarðarnefndar og það liggur hér fyrir fundargerð Breiðafjarðarnefndar frá 25. febrúar. Svo dagskrárliður 42. Það fundargerðir Fasteignafélagsins Hvamms 2021. Fundargerðir stjórnarfundar og aðalfundar liggja hér frammi til kynningar. Einhver sem vill ræða þær? Svo virðist ekki vera.
Þá er dagskrárliður 43, það er Laugar í Seljalandsstað og framtíð. Og það er hér leigusamningur við Heilsusköpun fyrir sumarið 2021. Byggðaráð hefur samþykkt fyrirliggjandi samningsdrög og Dalagisting einnig. Ég vil ræða þetta mál að öðru leyti. Skúli. Háttvirtir fundarmenn, ég vil nú bara fagna því að séu komin ljós á lögum. Ég held að það bara gefi húsnæðinu nýtt líf og verði örugglega miklu auðveldara í sölu ef að einhver umgangur þarna og sé eitthvað tekið til hendinni, þrifið og svona áður en einhverju koma að skoða. Þannig að þetta bara eykur líkurnar að við eigum meira í kassanum þegar við seljum Laugar fyrir íþróttahúsinu. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Þá er næst dagskrárliður 44, það er ársreikningur Dalagistingar 2020 sem liggur hér frammi. Kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárliður 45, það er ársreikningur Fasteignafélagsins Hvamms 2020 sem liggur hér fyrir. Kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 46, það eru mál frá Alþingi til umsagnar. Það eru hér nokkur mál sem liggja frammi, einhver sem vill ræða þau sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 47, það er málshöfðun Arnarlóns e.h.f. vegna lauga. En það er bara hér til kynningar að málflutningur fór fram í Héraðsdómi Vesturlands 9. apríl síðastliðinn. En svona til þess að rifja upp að þá var sveitarfélaginu stefnt og Héraðsdómur var búinn að vísa málinu frá dómi. Því var áfrýjað til Landsréttar og Landsréttur fyrirskipaði Héraðsdóm að taka efnislega afstöðu til málsins og það er raun og sá málflutningur sem var núna fyrir viku síðan. Þá er næst dagskrárliður 48, það eru styrkvegir. Það liggur hér bara fyrir umsókn sem hefur verið send inn, einhvers vill ræða hana. Þá er hér minnisblað dagskrárliður 49, það er minnisblað Dalabyggðar vegna viðbragða við heimsfaraldur vegna COVID-19. Einhvers vill ræða það. Og svo er það dagskrárliður 50, það er skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir minnisblað helstu störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Einhvers vill ræða það. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er hér eftir eitt mál sem verður fært í trúnaðarbók og við stöðum því upptöku og ræðum það fyrir luktum dyrum, en það er Íbúðarhúsið Skuld. Það sem hefur borist tilboðið Íbúðarhúsið. En áður en að upptaka verður stöðuð þá vil ég bara árétta að næsti formlegi fundur sveitarstjórnar, hann færist aftur um 1 viku í maí vegna þess að annan fimmtudagi í maí er uppstigningardagur, þannig að næstu fundur sveitarstjórnar er fimmtudaginn 20. maí næstkomandi. En að því sögðu geri ég bara þá fundarhlé þangað til búið er að stöðva upptöku.